Já, komið heil og sæl og verið velkomin. Já, þetta þáttu númer hvað, Birkir Karl, erstu með tölun á því? 247. Já, það styttist óðfluga. 250. 250. Já, ég held að það verður einhvern neglugestur. Sko, 200 og... Nei, ég held að geta alveg verið bara, ekki einhver ómerkilegur, það verður enginn einhver rosalegur. Nei, en... Ég er ekki með ákveðin sinni. Þetta tala 250, ég man, sko... Man þar við fórum yfir Snorra Björns í fjölda þátta. Mér fannst það sturlað og ég held að... Já, bara, þetta heldur að fórum að tikka. Heldur betur. Einhvern veginn... Og það er þökk sig öllum þessi frábæri gestur sem að nenna að koma og blara við okkur. Bara, já, sem er náttúrulega mest að furða, sko. En þetta er að skemmtilegt sem við gerum og í kvöld erum við náttúrulega með gest sem að hefur, já, fyllt okkur nánast frá upphafi. Já, hann var svona, við vorum aðeins að fara í það í gærlegur að hann var svona fyrsta stóra fallbyssan sem mætti þáttinn til okkar. Hann var ekki ógóður fyrir okkur litli menna á þeim tíma? Nei, hann sá eitthvað í okkur, sko. Þannig að áður en við kynnum þennan góðun okkar inn það var að kvikmyndaskólinn. Já, TikTok, 10. ágúst. Já, nú fer að styttast í að loki fyrir frestinn, sko. Það er 10. ágúst, leikstjórn og framleiðsla, skapandi tækni, handrit og leikstjórn og síðan leiklistin. En námið við Kvikmyndaskóla Íslands er einstaklingsmiðað 2 ára nám sem að opna dyrinn í en ört stækkandi heim kvikmyndaðinarins og það er þetta virkilega gaman eins og Íslandi og hvað ég var að segja frjór í arður fyrir kvikmyndaðina. Og þetta er mun ódýrari heldur en sambarlegt nám erlendis og þetta er hæft til láns á Menntasjóði námsmanna, þannig að við hvetjum alla til að allavega skoða þetta, kvikmyndaskólinn.is. Ekki spurning, en það komið að þætti kvöldsins. Gesturinn er góðurinn þáttarins, Guðlaugur Þór Þórðarsson, fyrir ráðherra og þingmaður Reykvíkinga og þetta sjálfstæðismaður með meiru. Svo var hann fárveikur púllari, við ætlum að tala eitthvað að minna það. Hvernig liggur á þér? Ég er mjög góður, sko. Var skemmtilegu dagur og nóg að gerast í dag, aðeins meira ég ætlaði þegar að ég vaknaði í morgun. Komst aðeins á Fjölnisleik og það var vísu 1 stig, það er betur en ekki neitt en okkur vantar öll stig sem við þurfum. Já, það er brekkaði ykkur svona. Já, þetta eru flotti strákar, þannig að þurfti svona þess að hvað skal ég segja, menn svona tóku fjármálum mjög föstum tökum og það er búið að laga það allt saman og mjög flott fólk sem heldur utan þetta. Okay. Góð stemming í dag en ég sá nú ekki mörkin því ég var að skjótast yfir til ykkar. Já, takk fyrir það. Það fórnaði Fjölnisleik fyrir okkur. Það er rosa. Það er stórt. Hvernig hefur sumarið verið hingað til? Stutt. Já. Ég þorði ekki að velja að spyrja sumarfríi, sko. Já, þetta var svona, það var svolítið mikið að gera í þinginu og ég neytti nú tíman svona milli þess að maður hélt einu ræðu að garfa í ríkisfjármálunum og það er svona ýmislegt sem að maður áhyggjur af þar en líka áhugavert að skoða það svolítið eftir í tíma hvernig þetta hefur þróast en það eru áskoranir fram á veginn sem við getum kannski farið í og eftir en svo ég svona aðeins verið í sveitinni og aðeins að við erum tókum við af tengdaforeldrunum sem voru búin í skógrækt og landgræðslu frá árið 1980 en ég er svona meira grisja heldur en að planta og bara minn tími með vélsögn er góður tími en vandinn það er nú nokkrar svona græjur sko að þetta bílar rosalega mikið í höndunum á mér. Já. Það er bara ef að ég kem í tæki stór og lítil. Já, ekki komin á þessu. Það er erfitt þegar þú gaman að þessu en þetta er ég veit ekki, þetta er bara alltaf verið þannig. Það bara bílar allt í höndunum á mér. Það er að segja tæki í það minnsta. Já. Leikur allt í höndunum á gulla. En er gaman að skógrækt? Er þetta raunverulega skemmtilegt eða? Já, náttúrulega bara gaman í náttúrunni og það er sko fyrst þegar maður var í þessu að ég skildi ekki að maður var svona, þú svolítið, hvað skal ég segja, svona bara, svo svolítið sifjaður og svona vegna að þetta er svo mikið súrefnisjokk. Maður áttar sig ekki á því að vísu mann í Gráin, ef maður ekki að stúta því ekki, að þá er náttúrulega mikið að trjágróðri og náttúru sem við íbúarnir höfum aðganga aðeins svo mörgum stöðum í borginni. En þarna þegar þú ert í skógi, það er bara ofsalega mikið svona súrefni. Þú fljótur að venjast því og
ég veit ekki, ég sæki kraft í náttúrunni, ég hef alltaf gert það ég fattaði það ekki alveg fyrst sko því það var bara eitthvað svona sjálfsagt og svo bara áttaði mig á því ef maður komst ekki í eitthvað svona náttúrutengt að þá leið mér ekki nógu vel og reyndar þetta vísindalega sannað að fólk þarf á þess að halda og þetta ástæðan það sko, grænu svæðin sem eru og þegar ég fari út í hvað sem er London og New York eða sama hvað borgi eru, þú ert alltaf með græn svæð einhvers staðar sem er alveg heilug allstaðanum í Reykjavík að þar eru sko Reykjavík var byggð náttúrulega með grænu byltinguna 1970 eitthvað þá sjálfstæðir maður fór í grænu byltinguna og byggu til þessi grænu svæði og núna er maður að hlusta á hámennta fólk sem er að segja frá því að það skiptir mjög miklu máli fyrir fólk að hafa aðgang að náttúrun og tengingu þó að það sé getur sagt svona tilbúin náttúra á höfuðborgarsvæðinu en út í sveit að það er auðvitað engu líkt og mér finnst alveg svakalega gaman bara líka bara ganga eitthvað og með hundinn og mjög gaman að gera það og við fjölskyldan gerum bara mjög mikið af því og svo finnst mér mjög gaman að því að já, bæði að planta það er rosalega gaman að sjá afraksturinn það sem þú búin að skemma nei, þá er ég nú að tala um ekki bara það er ekki gaman, það er rosalega frústrerandi þegar maður þarf að hringja og bíða bændur og næsta bæ að bjarga sér það gengur mjög mikið út af það sko og en það er auðvitað gaman að sjá þegar að gróðurinn tekur við sér þegar að trén er að vaxa þú ert að búa til skjól þú ert með skó sem að er gaman að vera í og þannig að ég veit ekki, mér finnst þetta algjörlega meira á þetta sko það er svona stutta svarið annars er ég bara góður tók svolítið lengur leiðin Ljómandi gott ein áður en við hjólum í þáttina fullum þunga sko, sjáumst við í Eyjum helgina ég og konan við erum að fara til Montana það er svo ekki að það verra það er náttúra líka já, og það er í fyrramáli við erum að fara til Seattle og keyrum yfir til Montana við hefum keyrt mjög mikið Bandaríkin keyrt frá Denver bæði frá Denver yfir til Kaliforníu og til Texas við erum mikið í Texas og svo hérna keyrt upp og niður Kaliforníu frá Texas yfir til New Orleans þar hittum við okkar leikstjóra Baltasar Kormák var þá að leikstjóra mynd og ég eittum nokkrum dögum þar sem að já, það var mjög gaman og maður svona, já, við þarna spilum körfubolta, ekki ég og Baltasar og Mark Wallenberg og þessi það er alveg kallar hann Mark Wallenberg þá eða? já, þetta var ég var hann sko ánæður að því að ég hef verið svolítið gagnrýnd fyrir að það kemur í íþróttum að það er stundu þannig að þegar að fólk sem menn sem nýbúið að kennast mér tóku mig með íþróttir og fekk aldrei að koma aftur sko og allar íþróttir sem ég spilað sko verið í fótbolta, handbolta og körfubolta eina sem átti saman ég var alltaf látið taka menn úr umferð sko og svona, þú veist það er svona já, bolti var kannski aldrei besti vinur minn sko en duglegur og hérna fínn í tæklingunum og svona sko en í körfubolta það var náttúrulega aldrei skilið þær reglur almennilega og þess að endalsu villur bara út af nákvæmlega ekki neinu sko þannig að hann kom alveg heitt frá því og Baltasar líka og það var bara gaman hjá okkur en já og svo kert upp og niður Flórida og líka á norðausturströndinni og í fyrra fórum við til Colorado kerum þar þannig að núna er þetta Montana og maður bara vona því að fá kaffi og kostnir og það var gott sko kíkja í Ellefsson búgarinn já, ég ger ráð fyrir því fastlega sko gaman fyrir Mark Wahlberg að hitta gulla já, ég veit sko, þó við fáum ekki nema eina myndaður í Kúrikagalunum sko, þá væri það rosalegt það eru til slíka myndir ég var sko þarna í sko móðursystem bjó í Texas ég var það eitt sumar 1982 og það var náttúrulega sko, og þá keppti ég hestum í Bandaríkjunum toppið það
Nei, get ekki. Það hljóma miklu betur heldur að var sko. Það hljóma mjög vel, ekki þá sem sagt, þeir eru ekki að sparka þér af eða neitt. Nei, ég fór ekki alveg þóngað en ég dónu meira að hlaupa svona milli einhverja tunna og taka einhverju fánastangir og setja einhver staðar. Ég að fara í gegnum hérna dóti í Borgarnesi, þá var ég að finna meitt velunarpenningana, maður fær velun fyrir ýmislegt í Ameríku og, en þá var náttúrulega þegar maður fór sko á þeim tíma til Bandaríkjana, þetta var bara svo stjörnukerfi sko. Þú veist núna þegar maður áttar sig með krakkana, það engin munun eða bara eins fleira fólk og eitthvað svona, þú veist alltaf saman. Þarna var bara, þú veist, við erum bara að tala að þá nokkurn veginn nýbyrja að vera sjónvarp á 50 hérna sko. Það var ekki byrjað 2 stöðar sko, það var 1 sko. Og þú bara situr og bara, það eru 30 stöðar og það bara, þú veist, vöru úrvali var bara eitthvað að þú varst bara svimaði við að fara inn í búði sko. Og gríðalegu munur, þetta var mjög gaman og ánægður að hafa prófað þetta á þessum aldri, þannig ég hef svona verið, ég ætla ekki að segja með annan fótinn í Ameríku en ansi mikið. Já. Mjög gott. Síðast þegar þú komst til okkar Gulli þá varst í bullandi kostningabaratu, komst þá á samt Siri Andersen, nú engin æsingur. Þetta yfirstöði maður, svo hundur og kvöldur maður. Situr hlið við hlið núna og rífust ekki neitt sko. Ég hef aldrei séð jafn mikinn dóðurand á Gulli mætti með í þann þátt sko. Það var heimaðina, hann þannig þingmaður að hann alltaf unni, 24/7, ekki bara korteri fyrir kostningar en svo. Já, það þannig sko. Já. Sko já, við tökum þetta kannski bara réttir tímaröð frá því við komst til okkur síðast. Birkir, ég ætla að láta þig hafa töluna. Já. Kannski hækkar aðeins mækin. Já. Sko, mér langar að byrja á, sko, venjulega fyrir við fréttir vikunar og það svona ýmislegt í deiglunni en það nú eiginlega bara einn maður sem búinn að vera á forsíðum blaðanna í dag og það maður sem fyrir framan okkur, Guðlaugur Þór Þórðarson. Sko, ég hlusta nú venjulega ekki á morgunlokin ég reyna að hlusta bara ekki á RÚV. En þurfti nú að hlusta þegar þú varst nú að koma og þú mætir í þetta viðtali morgun við Helga Seljan. Sko, áðans að ég ætla að fara að bera ykkur á spurninguna undir, sko, takt okkur bara í gegnum þetta og ertu pirraður út í Helga fyrir að veifa einhverju skýrslu framan í því sem að þú varst ekki búin að fá að lesa fyrir viðtali og svo framvegis? Ég nenni ekki, ég hef svolítið gaman að Helga. Það og ég, Helgi mér finnst hann skemmtilegur og hann góður fréttamaður en hann náttúrulega, getur verið svolítið bein sko og auðvitað hefði hann nú átt að segja, heyrðu, ég með eitthvað, ég mun spyrja út í þetta, þú nú aðeins að kynna þetta, af því að ég fæ bara að sjá þetta því ég mæti sko og það sem náttúrulega í þessu sem áhugavert og maður var svona í allan dag að reyna útskipta fyrir fólki að þetta náttúrulega ekki skýrsla, þetta eru drög. Það aðili sem einn aðili sem skrifar þetta í ráðuneytinu í minni tíð og svona gögn eru heita vinnuskjöl og alla jafna, aldrei send út vegna þess að ef þú ætlar að senda eitthvað út eða ganga frá einhverju, þá verður að vera þannig að það standist alveg skoðun og þú getur svara fyrir það sko. Þetta var bara plagg sem var ákveðið að fara ekkert lengra með. Þetta var innanskjal, þetta var ekki opinber skýrsla? Nei, og aldrei birt sem opinber skýrsla og þessna var ég sko að því að þetta var 2018 og nú veit ég hvort að þið muni nákvæmlega hvað þið voru að gera 2018 ég maður nokkuð neginn allt en ekki nei, þú veist, þú færi þetta bara svona og þú ert bara í beinni útsendingu og bara ok, og þú svona hvað var þetta, nei, og hann líka sem var nú kannski ekki sem var nú svona ekki alveg sangað hjá hann svona sagði þetta væri skýrsla og eins og hún hefur verið gefin út svo þegar búið slökka mikrofónu og sagði hann, heyrðu, þú var aldrei gefin út og ég sagði, já, ok, það geta nefnt það má alveg nefna það, sko því að það stór munur þar á, sko jafnvel það þannig að því að ég við gáum út margar skýrslur og okkur gáum margar skýrslur þannig að við lögðum mjög mikla vinna í allar þetta mál sem að var líka meðal annars að reyna að fá umræðum í þessu tilfelli þetta einn aðili sem að skrifar og það var ekki bara þetta ákveði mál heldur snýra alda við honum og það var alveg ljóst að þú gast ekki sett hann út eins og hún var það hefði bara allt orðið algjörlega brjáláta mjög mörgum atriðum og nú allt í lagi að það skapist umræði þjóðfélaginu og jafnvel deilur en þú verður að vera búin að undirbyggja þetta almennilega þannig ef að til dæmis ég hefði ætlað sem ég ætlaði mér aldrei en hefði ætlað mér að einhvern veginn að leysa þetta mál það sem deilt hvort það vart að senda bréf eða fara í gegnum þingið þá hefði ég alltaf sett 3 manna sérfræðinga hóp og það bara verið farið með það inn í ríkisstjórn, ég verðum að setja þetta á stað
og hérna bara allir vissu af því öll þjóðin vissu af því að þessi vinna var í gangi bara ekkert ósvipað eins og Grænlandsskýrslan og Færeyingaskýrslan og EES-skýrslan og þessi hluti sem voru gríðarlega mikil vinni í, kostaði þetta peninga en alveg líka gagn sem að þó sett ekki sammálaðlega þá þetta sko trúverðugt plagg sem búið að leggja mikla vinni í sem margir hafa komið að og sem maður búin að vera í allan dag að reyna að útskýra þetta fyrir blaðinu og það alltaf bara verið gaman sko og kostunum við þetta var náttúrulega sá að Leopold var með æfingarleiku miðan dag og ég hafði bara afsökun að horfa á leikinn og tala í síman sko það var alveg, því ég náttúrulega vil ekkert vita hvernig leikunum fóru allt í leið með það og ég get alveg Þið mig alveg vera góði núna sko en sko það ástæðan fyrir að þetta ekki sent út úr húsi og þarna svona vinnuskjöl ekki til þess að leyna einhverju heldur það bara þannig að það unni með mjög margt inn í ráðuneytum ef að menn og það sem mér veist sko fréttin í þessu að ráðuneyti hafi látið þetta út Já. og þið letum ekki vita Ráðuneyti lætur þetta út lætur þetta út til Helga Seljan já, og lætum ekki vita og þetta gagn sem að ég man ekki til þess að nokkuð tíman hefði að svona tegund af skjölum hafi sendt út bara aldrei og þetta ekkert af sérstaklega góðum hug við getum alveg sagt það eins og það og hérna en allt í lagi ef að menn bara gera það þá það bara þannig það ekkert mál að útskýra þetta en það svona það smá forsögu í þetta sko já. Og ég ekkert með lélegt minni þó að ég mun ekki eftir öllum þeim Össur sá að vera svo fíllinn já að það væri þannig að ég væri sko þarna ég er bara príðisminni en það bara þannig ef að þið spyrjið mig heyrðu hérna 2017 desember þú sagðir ákveðin hlut þarna ég myndi segja, ég þarf nú aðeins að kann þetta, ég ekki alveg þetta auðvitað ekki þannig og þessna nú sagt þegar þú ferði í viðtölu og sagt við ætlum að ræða þess og þessa hluti, búðuðu undir það þannig að komin eitthvað vitrænt út úr því þannig að það gangi ekki út af það að einhvern veginn veltaður upp úr því eða reyna út að fara á mjög stuttur stundu og reyna að fara að rifja upp fyrir hvað í óskopunum þetta var en jafnvel allar skýrslurnar sem voru gefnar út að ég færi viðtölu þá myndi ég nú gjarnan vilja að fá að vita áður þannig að ég get nú svona rifjað upp hvað var í þeim og svo framvegis. Það stóð aldrei til að fara neitt lengra með þetta skjal og það að ég veit að vísa ekkit alveg sko hvaðir menn að fara með þetta það að útskýra fyrir fólki að því að og blaðmennu sem bara gekk bara vel og allt í lagi með það með þess að heyrðu þú skrifaði formáluna nei, ég skrifaði enga formáluna, jú, nafnið þetta undir já, það var bara embættismaðurinn sem gerði það, hann skrifaði þetta og þar með formálun ef ég ætla ekki fara með þetta lengra eins og segi, ég hef aldrei farið með þetta lengra nema það komist að þeirri niðurstöðu, heyrðu við þurfum að skoða þetta betur og ég ætla að fá fleira að þessu og ef að það er komið til að þess að gefa út skýrslumálið að þá hefði ég nú annarkvort skrifað formála sjálfur eða ég láti einhver drafta og svo ég farið yfir það og tekið út þar síðan þetta ekki verið en þú hefur engar áhyggjur af því þetta bara minnisblað sem að mun aldrei fara neitt lengra heldur en að vera í einhverju harðadrifi í ráðuneytinu og ef að væri þannig að maður þurfti að fara í gegnum öll minnisblöð sem er ráðuneytinu þegar maður væri þar já, maður gerði ekki neitt annað sko maður kemst ekki út úr húsi maður væri bara að fara yfir öll minnisblöðin og guttryggja það að þetta væri nú eins skotheldur sem geti væri orðið ef að þetta opinbert plagg þetta ekki opinbert plagg Nei. Þannig að það sem stingur mest í augun frá mínum bæðir sér þá þetta plagg sem að þú skrifaðir ekki þú hafir verið með nafnið þarna undir, ekki einu svona formólan þetta voru ekki opinberar upplýsingar og verklagið þannig í dag hjá ráðurum eða ætti að minnsta kosti að vera allt sem er ekki opinbert það þarf að tæta það áður en að næsta ríkisstjórn kemst til valda það má náttúrulega alls ekki verða sko því að það er bara mjög gott að þú getur gengið að því sem undan er gengið sko Já en þetta lítur ef að þetta er orðið nýtt verklag þá eru bara blaðmenn með aðganga bara öllu milli himins og jarðar þá er bara best að þið fá bara kubbinn sko Já bara þú veist þið fá bara það bara reglulega bara kemur kubbur með öllu og svo bara renna menn í gegnum það og ég held að menn hafi missi aðeins í það er komið svolítið hitti Já og mikill já
og það menn verða nú svona aðeins að hafa stjórn á sér því að við þurfum að takast á í stjórnmálum og eins og segi ef menn vilja gera það svona, þá gera það þannig og bara því meira sem vilja ræða mína tíð sem utanríkisráðherra því betra sko Já. Og kannski korturinn sá að maður kemst á í fjölmiðla ég kom svo sannarlega í fjölmiðla í dag Já, og meiri þess að komast hingað Já, ég komst til ykkar annars hefði aldrei hingið sko, nú ætlum ég að reyna að vera Birkir Seljan henni í smástund sko, ég kvótaði þegar þú búin að rífast náttúrulega mikið við góðvinkonu þáttarins og við kunnum ekki að meta hann Þorgerði Katrínu og okkur þykir mjög vænt hana okkur þykir, vel hvað ég jafn mikið þar kvótaði ykkur að það mikið áhugjörn að ESB stígi fram og segja umsókn Íslands gilda Evrópusambandið kemur og segir við plötuðum ykkur í 10 ár og þið eru með aðildarumsókn í gildi við höfum ekki sagt einu ráðherra frá þessu í 10 ár fyrir það kemur ráðherra sem okkur þóknarlegur sko, það sko, ok, þetta ekki skýrsla þetta eitthvað drög sem að fóru aldrei út af borðið ráðuneytisins þannig ég velti fyrir mér sko lastu þetta því að það einn kafli þarna sem bókstaflega heitir að aðildarumsókn sé ennþá í gildi Það var alveg vitað sko þessi einstaklingur skrifa þetta var með þá skoðun sko. Það er bara skoðun, það er ekki staðreynd Nei, það er sko það er engar staðreyndir í þessu sko þú veist, maður geta rifist þetta alveg endalega sko ég ætla ekki að kveða og ætla ekki að kveða upp úr það ef ég hefði viljað gera það segjum það bara nú vil ég bara leysa þetta ég vil bara hafa að vita þetta alveg 100 þá hefði ég sett bara vinnu upp á stað þessi einstaklingur fór ekkert að fela með það bara frá fyrsta degi sko, sem að ég hitt hann að hann taldi að þetta hefði aldrei verið dreigð tilbaka þannig að það var alveg ljóst að ef hann skrifaði einhverja skýrslu og það er miklu fleira í skýrslunni það er mjög margt aðildarviðræðurnar og ýmislegt annað sem að myndi nú ekki kæta ESB sinna að lesa ég nú alveg fullir það og þannig að það sko það var lág alveg fyrir að það er alltaf niðurstaðan ef að þessi maður myndi skrifa eitthvað um það og mér fannst bara fínt að fá líka í mig sjónamið þarna sem voru bara og svona meta þetta sjónamið því að maður heyrði það er mjög meira áberandi í umræðinni sko svona ESB megin tilverunni sko og svo sannarlega er ég þekki lindamála mikið að fólki í stjórnaránu utanríkisþjónustunni sem nú mjög ESB sinna sko þannig að mér fannst gott að það er önnur sjónamið sem myndu kemur fram en það var alveg ljóst að því að þið leið og ég gef út þessa skýrslu ef ég gert það sko þá er þetta on me sko og fyrst það sem menn myndu segja býtu ákvörðu bara hérna með aðra hliðin í þessu þú ert að segja þetta sé niðurstaðan býtu meitna aðra sem alveg vita hver ástæðan er með er í þessu leiði fyrir og en það sem að ég hef þú finnur ekki neitt kvótu með það hvað ég er að kveða upp hvort að þetta sé sko ef rétt að leiðin að fara gegnum þingið það eru mörg sjónamið því og eða fara með þessa leið sem að var farin það var hins vegar deilur þetta og þetta komið upp og ég fór með ríkisstjórn og sagði heyrðu ákveðu bara látið bara mig ekki fara með málið gegnum þingið sko og ég er ekkert að segja það að þetta hafi ekki verið fullgilt þarna en það er alltaf eitthvað að rífast þetta og það er bara fínt að taka sumræður af því það er mjög erfitt og það farið mjög finnst óþægilegt eða leiðilegt og ekki gott fyrir þjóðina að fá ESB sinna til að tala ESB þeir eru aldrei til í það alltaf þú tala við þá en viðreisnarlið? Aldrei það er bara treystur ekki þjóðinni jú ég treystur alveg þjóðinni ég voru að ESB já nei þarna viltu ekki kjósa Jú, ég lýðræði sinni og allt það en þarna kjósum reglulega en við höfum að ræða þetta Okkur treystur ekki þjóðinni? Nei, ég meina þú veist það er, og þetta er sér íslenskt ég er bara, og það er ekki bara sko, að því ég hef verið utanríkisráðherra í 5 ár ég hef búin að vera þingmaður lengi þar á undan, bara upp úr 20 byrjaði í alþjóðlegu starfstarfi reyndar fyrir 30 fyrsti fundurum minn, alþjóðlegi fundurum var því ég var í menntaskóla og ef þú ætlar að reyna að útskýra fyrir útlendingi umræðan í Íslandi sé þannig að menn vilji sækjum aðild að Evrópusambandinu til að kanna hvað er í boði kíkja í pakkan já, þá munum menn horfa að byrja halda bara að þú hefur eitthvað sér bara ekki nógu góður í tungumálinu svo þetta tala þá þetta sé eitthvað miskilningur sko þetta er hvergi svona þetta er bara eins og við 3 kemum og segjum jæja, nú skulum við skoða ganga í frímúruna
og sækjum bara til að kanna svona hvað í boði, en svo ætlum við að semja undanþágur og eitthvað slíkt sko. Og bara þessi kjólföt sko, við erum aðeins að ræða það sko. Þetta ekkit ESP-ið frímúran. Þetta bara, skilur, sko, ég var í stjórnmál, það var ekki leyndamál hvað er Evrópusambandið, þú bara lærir það. Já. Ég meina það þarna, Evrópusambandið þarna. Já. Og ég meina, halda menn í alvöru að 400 milljóna manna ríkjamandalag, 27 ríki, svo kemur Ísland, það smámál með okkur, nú hvað það? Við viljum ganga inn, já gott, en við þurfum hérna aðeins að semja nokkra hluti, elsku dúllutna mínar. Þetta virkar ekki svona sko. En það alveg dæmið það eitthvað að þjóðir hafa samið það ekki? Ok, segð mér. Ég ekki nóg klár, en pabbi sagði mér að Nei, ég meina þetta sko það sem að því miður þá alltaf verið að láta þessu liggja og mér finnst þetta vont að því að þetta bara það verið að slá rík í augu fólks og þegar utanríkisráðherra segir við sín sterkri samningastöðu hvað og þegar hún var spurð á bylgjunni getur við fundið undan þig já og fór svo að tala með hvað annað Eiríkur Bergmann, góður félagi minn en mikill ESB sinni en príðistrengur þó ég get nú satt ykkur sögu af honum hann kom mér í mikil vandræðin sinni en þarna förum í það kannski vettir að hann vill ekki fara þangað heldur segir já þetta svona hugtaka mál sko og þá að vísa í að því hann vill auðvitað ekki segja að það til undanþágur því það ekki til og þá segir það að flesti fá svona einhverjar sérreglur þá hann að væntanlega vísa til þess eins og bara svo tökum dæmi þegar að Noregur, Svíþjóð og Finnland sóttum aðild að Evrópusambandinu þá þurftu þeir auðvitað að fara í sameiginlegu sjávarútvegs- og landbúnaðarstefnuna en þá var náðu sátt það að það gerður norðan ákveðna breiddargráðu að þá mátti styrkja landbúnaðinn þar meir en annars staðar en það partur af sameiginlegu stefnunu enga síður þannig ef þú ætlar að breyta þeirri reglu þá gerur það ekki gegnum þingi í Stokkólmi eða Helsingi heldur Brussel og Evrópusambandið gengur út af það að þú ert að taka völd í okkar tilfelli sem ég á Íslandi og færa þig til Brussel það bara það sem að þetta gengur út á og menn geta og það hefur alveg verið skilgreind markmið ef þú skoðar hérna í söguna þá getur maður bent einhverju hlutir sem samið með einhverja sumabústaðar eignir í Danmörku og eitthvað slíkt þegar menn voru að þróa Evrópusambandi og voru að stökkva yfir í dýpri sáttmála en hugmyndin og hefur alltaf gengið út af það að þétta þetta og gera þetta þar sem þeir kalla skilvirkara að það sé svona meira hægt að gera meira því að þetta með ekki verið of erfitt að þjóðríkin get ekki þvælst fyrir breytingum og þá það alveg í því að þegar kemur að breytingunum að þá finnst þeim óþægilegt að þjóðríkin geti haldið aftur að því að það verið breytt sáttmálum og stórum ákvörðunum sem að þeim finnst vera sameiginlegar og allir sem hún tala við bara fullir því að í Brussel sem í þessu nokkurn veginn allir eru mjög einhuga það og hugsun á bakvið þetta þessi að það sé miklu betra að vera svona stór, saman og sterk og til að keppa við Bandaríkin, fyrst var Bandaríkin og Sovjetríkin, nú það Bandaríkin og Kína vandinn við þetta sá að það hefur bara ekki gengið eftir þetta fyrirkomlega ekki gott þannig að þegar ég var að byrja í þessu og þá var Noregur að reyna að komast inn og Svíþjóð og Finnland og Austurríki þessar þjóðir þá var unga fólki og aðri þá töluðu menn alltaf og þannig hefur alltaf verið þá talaru fyrir því að gangin í sambandið fólk trúð þessu fólki sem á mínum aldri það ætla ekki að vera í þjóðþingunum því að þjóðþingin eru bara svo sveitastjórnir það ætla að vera á Evrópuþinginu því að þeir voru að búa til bandala Evrópu og þá var sagt svona hlutir eins og þið verður að vera með því þið eru að missa Evrópur hraðlistin þetta verður bara svo stórkostlegt svæði langt samkeppnisæsta svæði og svo framvegis svo bara það alls ekki að gerast og Draghi skýrslan til dæmis hún sýnir það mjög skýrt voru ekki, nú ég svona farið með minnir að fyrir hverja 3000 lög og reglur sem að Washington gerir þá gerir Brussel 10.000 og það alveg óumdeilt að samkeppnishæfnin Evrópa hefur dreigist aftur úr sömulegis lífskjör og í samanburði við þessi svæði
og þannig að fyrirkomulega ekkert að virka mjög vel. Ofanlega það þannig að það engin, það var aldrei neinn útlendingur svona í seinni tíð, það var þessum tíma þegar ég bara 20 eitthvað sem menn trúðu þessu. Síðustu áratugina hefur hins vegar engin sagt mig því verið að koma inn að því svo gott fyrir ykkur. Það hefur sem nokkri sagt við því verið að koma inn því að það ósanngjarnt að þið beri ekki sömu byrðar og við. Þið verið bara að koma og hjálpa okkur við þetta. Og það liggur alveg fyrir ef þið skoðið bara net contribution per countries to EU, þá sjáum við hvernig þetta virkar. Sumi borga, það eru 10 ríki, held ég 2023, sem borga inn, auðvitað Norðurlöndin, Holland, Þýskaland, Frakkland, Ítalía, en hinn eru meira og minna, og Írland inn og minna eru svo að fá úr sjóðun. Já. Það liggur alveg fyrir að við myndum alltaf greiða inn í sjóðuna. Og miklu meira heldur en þegar við vorum að skoða þetta fyrir 13 árum, því þá vorum við ekki jafn góð lífskjöri svo núna. Og þannig að þetta gengur út það, við munum greiða inn, völd sem við erum með núna, færum við yfir til Brussel. Og nú það þannig að við Íslingar, við erum bara okkar eigin gæfusmiðir. Við getum alveg klúrað þessu. En það undir okkur komið. En það eru enga líkur á því að einhver út í heimi honum gangi betur og ná árangri fyrir Ísland heldur en Íslendingur sjálfum. Það eru bara enga líkur á því. Já. Og reyndar það þannig vegna þess að þegar við erum sjálfstæð þjóð sem bara tóku fullt sjálfstæði 1944 að þá voru þjóðir heims sem sögðu að þegar við vorum ekki stofnaðilar af Sameinuðu þjóðunum vegna þess að við vorum ekki tilbúin til að lýsa við stríðið við Þýskaland, það var svona krafan en kom fljótlega inn langt fámennasta þjóðin í Sameinuðu þjóðunum. Þá sögðu þjóðir heims þið getið þetta ekki. Þetta tilum sem gengur ekki upp. Þið eru allt of fámenn. Það bara reyndist ekki rétt og núna alveg sama ef við fylgist með og með að séu mælikvarðar sama hverjum lífskjör. Við erum alltaf í toppnum. Já. Þetta bara gekk rosalega vel og þetta gekk miklu betur þegar við fórum að stjórna okkar eigin málum alveg. Já, og förum við bara botninu og förum í ESB? Nei, við förum ekki botnin en við munum ekki ná þeim árangri sem við getum náð og það liggur alveg fyrir að við erum að gefa frá okkur völd yfir því sem að okkur finnst öll vera okkar eigið og okkar eigið og við erum búin að hafa mjög mikið fyrir að berjast fyrir þó svo við getum alveg sagt að vinur okkar Danir, það var alveg úr því að við þurftum að berjast okkar sjálfstæði, það var gott að vara við þá sko, já. En við þurftum að hafa fyrir því við þurftum að hafa fyrir því að fá umráð yfir okkar fiskveiðilögsögu. Þessar þjóðir alla í Evrópu eru með gríðarlega mikla veiðireynslu á Íslandsmiðum. Já. Og þeim fannst mjög ósanngjarnt að við værum að reka þá út úr lögsögunum sínum tíma. Sem að grunnurinn okkar velferð. Það þarf ekkert að vera íslensk útgerðarfyrirtæki. Nei. Það voru ekkert íslensk útgerðarfyrirtæki. Það var mjög lítil, pínu lítil. Við vorum fyrst að ná hérna bara nokkra, við vorum með landhelgir nokkra mílur út. Já. Og þarna 12 mílu var bara reisa sko. Já. Og þá var þetta ekkert mál og það var löngu fyrir þessa textu núna. Þá bara fórum menn og þurfti ekki að koma neitt mikið við á Íslandi. Já. Heldur bara að fóru á Íslandsmið og sildu tilbaka heim. Og það að bara til þess að menn segja já, þeir eru ekkert eftir því sko. Nei, heyrðu, skoðum aðeins Bretana. Já. Skoðum aðeins Bretana. Þeir eru 5. stærsta efnahagsveldi heims. Þeir komust með harmkvælum út úr Evrópusambandinu. Endar sem bara eftir að búin að ákveða sko. Og sjá eftir því í dag, eða ekki? Það er allavega umræðan. Já, það? Könnun í dag 56% Breta sjá eftir þessu. Já, ok. Hvaða flokkar voru með þá stefnuskránni í síðustu þingkosningum? Það var verkamannaflokkurinn? Nei, ég veit ekki. Nei, enginn. Kannski Lib Dem. Já. Það er sem að þegar gagnrýn ef þú heyrir Breta þá finnst þeim að þeir hafa ekki nýtt tækifæri sem komu. Þess að þeir fóru ekki af regluvæða og svona gera þetta samkeppnishæfara. Já. Og þeir mölu eða unnu stórsigur verkamannaflokkurinn en þeir voru ekki með stefnuskránni að ganga í náttúrunni í Evrópusambandi. Nei. En þeir þurfa að hafa núna voru að framlengja það að því að Evrópusambandi finnst sjálfsagt að vera inn í lögsögunni. Já. Og þeir voru að framlengja það að evrópskur
sjávarútvegur verður í 13 ár í viðbót í lögsögunni og margir telja þetta að vera banabita fyrir breskan. Nú getur alveg sagt réttilega, þetta muni ekkert miklu fyrir Breta, sem hann gerir ekki, en þetta muna miklu fyrir okkur Íslendinga. Og sama hvað okkur finnst útgerðina og fiskveiðistjórnarkerfi og svona, þá held ég að við komumst alltaf þeirri niðurstöðu að við viljum stýra og stjórna þessum málum. Viðskiptamálin, þau eru ekki hjá þjóðríkjunum. Við erum ekki að gera neina viðskiptasamninga ef við erum inn í Evrópulandi. Það bara fer. Já. Og svo er það Volt við okkar. Voltararnir. Já, Jói var auðvitað hjá okkur í síðasta þætti, frábæra þætti. Geðveikur þáttur. Gaman að skyggnast aðeins inn í starfsemina hjá Volta því að þeir eru að vinna brautryðjandi starf. Já, bara geðveikt fyrirtæki og bara long term pælingar hjá þeim, mjög spennandi en fyrst og fremst einbeita sig núna í að komið matheimdiðin, komið matvöru, kynlífstæki. Já, sko, mér fannst gjafir. Að því að ég áðan daginn þurfti að nýta mér þess að þjónustuverið hjá þeim. Já, og ég held að ég hef bara verið stálheppinn með viðbragðstímann sem var bara einmitt undir mínútu eða eitthvað. Það var hann að segja að það er bara alltaf svona. Já, það er bara stall. Það er bara alltaf innan við mínútu svartími í þjónustun sem er auðvitað magnað. En svo var það orka náttúrunar. Já, bara sorry, ég bara ætla að segja bara Volt Plus, allir í Volt Plus. Já, nú er auðvitað fagnaðarefni í Borgarnesinu, ný hverfarhleðsla. Wow. Farið sund? Já, við sundlaugin í Borgarnesi 22 kW í boði. Þannig að þetta skot gengur. Þú vallan er það að fara í sturtu? Nei, töluðum Hvammsvík í síðasta þetta og svo erum núna að tala sundlegin í Borgarnesi, þannig að það er fara að hlaða bíliðin, njóttu lífsam með hann. Já, orka náttúruna vinni landsbyggðarinnar. Já, heldur betur. Og veistu hvað er vinni landsbyggðarinnar? Ég veit það. Kaldi. Ég held alltaf að segja Gulli, já. Já, Áskósandur. Já, Gulli frá Borgarnesi létt. Svo er það daginn átt. Kíkja norður á næstunni. Dæna.is. Því að ég er á útivelli til dæmis á Akureyri, ég veit ekki jú, það er einhverjir staðir sem maður fer alltaf á en þú veist, ef maður vill skoða þetta það er ágætt að gera á Dæna.is og það er sama sem gegnir aðra staði sko. Já, og þú getur líka sundulega sko, og ég vel að vera að vinna með það hér á landsbyggðinni er að þú fer á Dæna.is er þetta merkjaði höfuðborgarsvæði, Norðurland, Austurland og það eru alls konar demantar á Akureyri til dæmis. Já. Þannig að, já, Dæna.is og ef þú upp á höfuðborgarsvæðinu og ætlar að vera inni búki í Vestlamækina, þá er það bara Dæna.is líka. Úr einu í allt annað, sko. Já, er svona eitthvað? Já, bara, sko, viðskiptasamning, milliríkja viðskiptasamningarnir, mæntalega, er það þá að borði fríverslunarsamningi við Kína eða? Hann færi út. Hann færi út og við njótum þegar allar viðskiptasamninga í gegnum EES eða hvað? Ekki allar núna, allavega einn í vikunni. Sko, það eru semst þarna EES sko, Evrópusambandi tollabandalag og þeir hafa verið í rauninni, það ger nú ESB-ingana alveg brjála því ég segja að þeir séu með sömu tollastefnu og Trump með sko, en það er nú bara þannig að þeir hafa verið trúað á það að vera ekki bara með tollmúra, heldur líka að lagt gríðarlega áherslu á það að vera með sko viðskiptatálmanir eða svona tæknilega viðskiptahindranir í hverju felst það er reglugerðum hvernig þú mátt hvaða vöru þú mátt selja inn á markaðin dæmi, það er vísi ekki séð það lengi en það var ef þú keyptir ameríska dós af Heinz einhverjum bökuðbönum eða einhver svona bönum þá eru upplýsingar þarna innihaldi per serving svo lítill hvítumiði sem gast ekki lesið en þá var nákvæmlega sem upplýsingu 100 gram og þetta, þið mátt ekki selja þessa dós nema þetta sé á hverju dollu það er ekki nóg að þú ekki hafa aðgang að þessu einhver staðar eða þú veist í búðinni eða eitthvað og þetta er bara til þess að venda evrópska framleiðslu og þetta þýðir það að það þarf einhver að sitja og líma á dollunar eitthvað sem enginn skoðar og kostar þarna auðvitað hækkar verð á vörunni en svo þekkjum við bara eins og með bíla og slíkt að menn er með sérreglu fyrir evrópska og það má ekki flytja inn ameríska bíla þó svo ég held að Evrópubúar sé alveg óhræddir við að keyra amerísku bíla í Ameríku og það eru tveir skólar í þessu þú ert annars vegar ertu með að hafa bara sömu reglur fyrir alla en ef þú ætlar að þá fríverslun í heiminum þá þurftur að hafa bara alheims reglugerðar stofnununa það verður aldrei eða þú getur haft það sem er kallað þarna gagnkvæm viðurkenning mutual recognition sem þýðir það
að þú treystir í þessu sem tekur bílana, treystir þarna, tekur út hvernig amerísku bílinn, treystir því og þeir treska evrósku, þannig að þú set ekki auka rekstrakostnaðin og menn getur þá bara valið hvort það vilja amerískan eða evróskan. Og það það sem að GATT og alþjóða viðskiptastofnunin gekk út á, sem að Evrópusambandið var aldrei með forgöngu fríverslun í því vegna þess að þeir hafa ekki áhuga á fríverslun, þó að þeir vilja hafa fríverslun innan síns tollabandalags, að þá hafa þeir aldrei verið með frumkvæði því að í fríverslun í heiminum. Það ef að Bandaríkjamenn gerðu það ekki, þá gerðu það í rauninni það engin. En svo að vísu var náttúrulega Bretar líka í því og í innan Evrópu sambandsins að þá voru hins vegar og eru blokkir, Norðurlöndin og Bretar, Írar voru svona fríverslameginni tilverunni en það breytti því ekki að það var engar hugmyndur það að breyta þessu úr tollabandalagi yfir í fríverslabandalag. En þannig að við gengum inn að þá getum við ekki lengur gert fríverslansand við Færeyinga eða Grænlendinga eða hvað við erum fríverslansand við Færeyinga og ég vona að við fyrir klára það við Grænlendinga. Við erum alltaf við Kínverja og getum gert fríverslun og gert gríðarlega margar fríverslun gegnum EFTA og þeir falla allir út og við tökum þá fríverslunarsamninga sem að Evrópusambandið hefur gert. En Evrópusambandið hefur hins vegar eftir að Bretar fóru út að þá fóru þeir aðeins að hreyfa sig í þessu, þeir gerðu það mjög lítið fyrir þann tíma. En síðan auðvitað Trump búin að snúa þessu öllu við þó svo ég verða að viðurkenna að mér sýnist að hann nú algjörlega pakkað þeim saman í þessu samning. Já, hann gerði það. Maður bara, þú veist, það bara á Íslandi, ég bara þessi íslenska þarna spíða sinna, hrósa þessu, það allir bara í Evrópu, bara guðminn alváttu til hvers voru að setjast niður, Já, ég sammála því. Ég menn þeir kalla þetta sjálfur damage control, en það líka að því þú talar Úrsula undir lægin, hann kallar núna. Já, að því að einhver Evrópusin eru nú sveittar að heyra að þeir eru með sambarlega tolla og Trump, Tollastefnu, en Trump ekki bara með sambarlega tollastefnu eða hóta henni og Evrópusamdi eða þeir hafa verið með mun herri tolla gangvart Bandaríkjum en öfugt hingað til og... Já, ég meina það komið svolítið náttúrulega skuldadögum hjá Evrópusambandinu. Í fyrsta lagi þá hafa náttúrulega ekki lagt á áherslu öryggis- og varnarmálin og þú bara hugsaður það að þó svo að einstaka ríki, að því að NATO þú veist, Evrópusambandið eru þetta ekki varnarbandalag og það getur ekki varið neitt, það getur ekki varið sjálfan sig. En þeir hins vegar löndin þar stórlöndar inni hafa ekki verið að sinna sínum vörnum og það hefur komið niður á NATO. Trump ekkit fyrsti forsetinn sem segir, heyrðu, ætli í alvöru ekkit að fara að leggja alvöru að mörkum. Og það búið að vera allir forsetar held ég bara frá Reagan hafa lagt áherslu á það að Evrópa myndi verða sjálfur sér nóg þegar kemur að vörnum. Og hann hins vegar gera með mjög harkalegri hætti heldur en aðrir. Nú sömuleiðis að þá algjörlega óskiljanlegt og ég spurði mikið þessar spurningar þegar ég var utanríkisráðherra þarna og lítið svör hvernig mann datt í huga með skipulum hætti að gera sér háða Rússum þegar kemur að orkunni. Já, ólíka gassi. Það bara með ólíkindum. Og þegar þeir eru saman tíma sögust verið að taka hart á Rússum út af Krímskaga að þá voru mann að gera aðra leiðslu sem fór fram hjá Úkraínu. Nord Stream 2. Og það sem að kom mér óvart að því að í fyrra tímabili Trump og ég var náttúrulega mjög miklum samskiptum við þá stjórn að þá setti hann bara svona þarna sústjórn og það var algjör sátt milli demókratar og repúblikana gera það að ef eitthvað fyrirtæki ætlaði að vinna Nord Stream 2 þá mættur ekki vinna í Bandaríkjunum eða selja Bandaríkjunum neitt þannig að það gerði það enginn þannig að það stoppaði þegar Biden tók við þá aflétti hann þessu og ég held að það sé eina ástæðan fyrir að Rússarnir fóru inn þeir sáu Afganistan hvað gerist þar og þeir sá að þeir kemist upp með Nord Stream 2 og þau sem bara þessi gæri veikir og við munum komast upp með þetta og því að ég er náttúrulega mjög miklu samskiptum við Rússa í minni tíð og þeir skilja bara hvað þú gerir sko. Þú getur talað við á endalaust og það er bara fínt sko og getur verið gaman og allt það en og þú getur rífist við það og haft gaman með þeim og allt þar á milli en það er bara þeir skilja bara gerðir sko. Og en þannig kom við að skuldadögun líka og mér finnst áhugavert þegar maður sá að nú er þeir að semja það að hætta að kaupa gas af orku af Rússum Evrópasambandið og fara að kaupa Bandaríkjunum og maður bara býtu, við erum núna búin að vera að gera refsaðgerðir eftir á gagnvart Rússum og þeir eru ennþá að kaupa orkuna frá þeim og það margt svona sem að kannski best ekki mikið íslenska fjölmiðlar sem bara mjög skrítið þegar kemur að Evrópusambandinu
en varnarmálin og þessi viðskiptamál, það að segja að byggja sig upp, eitt eru tollandi sem kannski minnst, en þessar tæknilegu viðskiptahindranir sem menn hafa skipulega gert, sem hefur líka bara komið illa niður á Evrópu vegna þess að þeir eru ekki jafn samkeppnishæf og við erum ekki að sjá nýsköpunina, við erum ekki að sjá stóru fyrirtækin þar að það, en gert að verkum að það er gert bandarísku fyrirtæki merkt fyrir að selja á Ameríkumarkað að þetta allt svona að koma svolítið í bakið á Evrópu þegar að kemur forseti sem að svo sannarlega notar alltaf aðferði heldur en aðrir en getur alveg bent á það að það hefur verið vernda stefna hálfu Evrópusaman sem er komið niður á hans landi og þannig að sko það er að hrúast upp því miður ýmis vandamál í Evrópusambandinu sem að er ekki okkar hagur að séu en það sem er alveg graf alvarlegt sem snýr okkur og alveg óskiljanlegt að því að það er allir vestran heim og það var alveg byrjar umræðinu það mjög mikið þegar ég var í embætti utanríkisráðherra það að við varum með virðiskeðunar allar það var svo veikar hvað er að vísa til þess að bara hlutir sem við þurfum hvort það séu hrámálmar eða annað eru bara við reiðum okkur á þjóðir sem við þarna treystum ekki eins og bara Kínverjar, Rússar og slíkt þannig að og menn allt í nátt að sjá því að allra handa eins og málmframleiðsla og annað slíkt er bara farið úr álfunni og farið úr Bandaríkjunum og farið úr Kanada og hvar það nú er heyrðu, og Evrópusambandið fyrir að skoða þetta eða, ekkert að því hver er niðurstaðan? Taka almennilega á þessum Íslendingum og Norðmönnum bara byrju þér að fara að skoða að verða minna háðir Kína og Kazakstan og eitthvað svoleiðis og þá klipp út Ísland og Noreg og ég hef haft gríðarlega ágjörð því hvað út af viðbragðsleysi íslensku stjórnvalda og núna þegar við tölum hér á miðvikudagskvöldi eftir 4. dag rétt að þá var það nú held ég í mokkanum í morgun frekar í gærmorgun að utanríkisráðherra loksins talaði skýrt og mér finnst það bara gott var alveg okkurlega skýrt forsætisráðherra ekki ennþá búin að tala hún er frí já stjórnmálum var í fríi, ég veit ekki hvað það er nei. En sko þetta er sko, það er ekkert smá undir þetta er að vísu svo galið að maður vill ekki trúa þessu sko, að það minn ætli sér þetta en fyrir okkur Íslendinga járblendið og sömulegis Vestmann á Húsavík þetta er ekkert smá dæmi þetta eru 100 manna í þessari vinnu ekki bara beint í Vestmannum heldur sömulegis annað eins og það er vísu oft margkvöldaði 4 þjónustan í kringum þetta fyrir auðvitað það að Evrópa þarf á þess að halda það er hagur Evrópu og þetta er sér framleitt í vestrænum löndum og framleitt í Evrópu og það er ótrúlega vonbrigði og raunar óskiljanlegt að þegar Ursula von der Leyen kemur hér að hún kom ekki og bara segja heyrðu smámál bara, ég veit að þetta er búið í gangi hérna í mjög langa tíma ekki að ágjöra þessu sko við erum vinir, við erum saman í EES við erum ekkert að fara að brjóta EES með einhver undanþágu dæmi sem á að vera út af einhver neyð og gera þetta og setja ykkur á samastað á Kína og slikt. Við erum, auðvitað gerum við það ekki. Það er það sem hún átt að segja. Já. En þetta er einhvern veginn, kemur þessi skrýtni blaðamannafundur sem menn reynda að ritstýra, sem er nú bara maður svona ennþá klórandi sér höfðinu hvað var í gangi þar. Já, það var mjög skrýtið. Það er mjög skrýtið og... En ég veit ekki hvort þessi ESB að kerna eða bara okkur, hvort að utanríkisráðuneytið hefði... ESB hlýtur að vera. Já. Ég finnst sann sem að, sko, þú veist þarna hún sagði ekki, sko já, hún sagði ekki hún vildi ekkert kannast segja, nei, eðlilega ekki kannski jú, passar nei, ég meina Úrsula er ekki pappakassi þessi manneski, þú þurft að svara fyrir það er að gera upp á hvern ég allavega nokkru sinnum í viku hún hefði getað mætt einhverjum gæði frá mokkanum sko. Já, ég meina, ég sé ekki fyrir mig neyðarfund, veit ekki hvað ég er að fara til Íslands maður Mokkin á Vísi Já, mokkin, að við sé Vísi eina sem við treystum með ein spurningamann Já, eina sem við treystum með DFF það er ESB sinna þar sko Helgi Magma komið spurningar Já, hann er eini Herru, sko, við erum ennþá í 13 vikunar Mér langar bara aðeins sko að því að ég með dags skal gera þetta Já, ég veit það, en þetta er svo áhugavert sko að því að við erum að tala um hérna neytendahag og neytendavernd sem að Evrópusambandið hefur seint í einhver skilningi og þetta reglufargan og hvernig það verður alltaf meira íþyngjandi og þyngra í vöfum en
þú veist, við ekki að neita að það er ákveðin hluti sem að gera vel að standa í fyrirtækjum sem fara stækkandi og þeir hafa aldrei verið stærri þessi stórfyrirtæki en þeir í dag og það verður einhvern veginn að tjónka við þau og eins og við sjáum með upplýsingaöryggi og persónuupplýsingar og annað slíkt sem að þarf að slemma stigu við og passa að sé rétt gert en þú veist, svo einmitt eins og bendir á bara fullt af regluverki sem að bara allt of þungt og við hreyfum okkur allt of hægt og við sjáum bara fyrirtækin í stórum stíl vera bara á flótta til Asíu, til Bandaríkjanna og annað slíkt en þetta kannski kemur okkar umsókn ekki beint við þegar við erum ekkert að áhrifa á þetta en þetta með viðskiptasamningana og tollabandalagið og síðan fiskveiðilögsöguna ef við tökum bara fiskveiðilögsöguna við munum ekki halda henni í óbreyttri mynd ef við göngum hann inn. Nei, kannski fyrst aðeins út af því að nefndi varandi reglugerðirnar svo núna erum við að taka 13-14% reglugerðarverk í Evrópusambands ári gegnum EES ef við förum inn. Hvað þýðir það? Það er bara það sem gefur 13-14% af því sem Evrópusambandið gefur út. Það ekki meira? Nei. Við erum bara að taka sem alveg nóg, trúðu mér. Já, en það ekki meira. Já. Og bara til að setja í samhengi að því að ég lagði stór aukna áherslu á að gæta hagsmuna okkar gagnvart EES og í Brussel. Þannig því ég kom inn að Jóhannestjórnin tók út og svo með alltaf Evrópusambandið öll ráðuneytin sem átti sína hagsmunagæslu og ég endurvakti þetta allt aftur. Og við höfum aðgang svona 600 hópum á fyrstu stigum sem er best til að geta hagsmunina gegnum EES-samningin. Ef við færum inn, þá er aðgang á 2500 hópum. Og gangi ykkur vel að manna það. Það er alveg ótrúlega mikill kostnaður og mikil vinna. Út af öllum milli himins og jarðar. Þannig ef okkur finnst þetta að vera mikið sem það er núna og margt sem að má miklu betur fara, að þá erum við að fara í ennþá meiri vanda. Það sem gerist ef við förum inn í Evrópusambandið þá mun fiskveiðilögsagan ekki fara. Það sem gerast að sameiginlega sjávarútvegs- og landbúnaðarstefnan heitir sameiginlega sjávarútvegs- og landbúnaðarstefnan af því að hún er sameiginleg sjávarútvegs- og landbúnaðarstefnan. Þannig ef þú ferð inn þá verður partur af sameiginlegu sjávarútvegs- og landbúnaðarstefnunni. Það er bara þannig. Munu þeir reyna að finna einhverja svona eitthvað eins og með landbúnaðinn örugglega. Ég gemmi það, en eins og normennið og það eftir mikla slæði þeir sóttum, þeir fengu nú bara eiginlega ekki neinar slíkt það var miklu meiri sveigjanleiki samt En þeir fengu að kíkja í pakkan? Þeir kíkti ekki í pakkan, ég var í miklu samskiptum með ungu hæra á þeim tíma, það var enginn að kíkja í pakkan þar Nei. Þeir voru bara að berjast fyrir aðild að Evrópusambandið þeir trúðu að það væri best fyrir Noreg. Já. Það var engin normann sem sagði ég ætla bara að kanna hvað er í gangi. Nei. Það var ekkert slíkt menn bara, öllum þessum löndum var þetta þannig. Og Kristrún fór bara príðilega yfir þetta hér fyrir ári síðan. Hér, hún bara útskýrta bara mjög vel. Hún sagði þú þýðir ekkert að hafa einhverja bara 2 flokka í þessu. Það er þannig að þá er kosið og það tekist á Evrópumálin og ef það er meirihluti þarna þingmanna sem fylgjandi gangi í Evrópusambandið þá sækja mennum aðild og svo þegar komaði með aðildina og það sem því fylgir og láta þjóðina kjósa það. Það hefur aldrei verið kosið fyrst það hvort að menn ætla að ekki sem tvöfaldagreiðslu. Nei, það er aldrei verið gert neins þar. Og þannig að og ég bara þekki þetta bara frá fyrstu hendi átt 100 eða 1000 samtala út af þessu og það er bara svona þegar ég er í góðu skapi að ég reyna að útskýra ástandið á Íslandi sem umræðum megna þess að það er bara til að tjekka á viðbröðunum því að, og þú hugsar aðeins það þetta er Evrópusambandið hvernig getur sagt bara ég ætla að kanna hvað þetta er bara, ég ætla að setja bara á stað eitthvað sem kostar 100 milljarða og bara sjá hvað er í gangi Já. En ég ætla alls ekki að tala um hvað felst yfir Evrópusambandinu ef að þú ætlar að hafa einhverja skoðun á því þá ætla ég að segja við þig treystur ekki þjóðinni hvernig er það með þig, treystur ekki þjóðinni Nei, það er greinilegt að þjóðstæðismenn gerir það ekki og svo er það Birkir, auðvitað erum við alveg einstaklega vitlausir eða þannig ég en bara ég meina, ég veit bara svo lítið þetta, þótt við höfum tekið nokkuð viðtölu rætt þetta ef við ætlum að skoða þetta alveg þá er þetta bara eins og segulur, við þurfum að ræða þetta fram og aftur skeggræða þetta, en auðvitað er ég einstaklega lengi að ná hlutunum en þetta er bara, þetta er gríðarlega gott að við séum að taka þetta fyrir og við þurfum að gera
Já, Sko það eru þarna, það er ekki til neina vilsa spurningar, það er bara til vilsa svör rétt. og mér finnst skipta máli að fá allar spurningar, mér finnst miklu betra því að það er best þegar fólk þorir ekki, að því að þú veist, það er engin, mér fyrst var að líða ágætlega núna, ég er búin að vera ansið lengi í pólitíka, mér finnst ég vera að fá þarna, mér líður vel að ég er með þekkingu á mörgum sviðum, en það er eftir áratuga sko, vinnu í því, meira þess áður en ég var þingmaður sko. Og þú ert aldrei fullnuma í neinu sko. ef þú komið þangað þá ertu orðin vilsingur sko, ef þú heldur að þú sett fullnuma, en hins vegar liggur fyrir í þessu eru bara ákveðna staðreyndir. Ég meina þú allavega þegar ég var í háskólanum, ég get ekki ímyndað með annað að þá fer ég próf í þessum fræðum sko. Það er bara hvað, og þá fer ég próf í því bara hvað er Evrópusambandi, hvað felst ég að vera í Evrópusambandinu og það farið bara rétt og rámt bara eins og í öðrum prófum sko. Og ég mann til bæklings Ég væri til að leggja svona próf fyrir landan. Ég væri mjög til að sjá hver meðalkunnáttu og meðal þekking fólks er á Evrópusambandinu. Það sem mér finnst vera vont er þetta er að því að auðvitað fólk hefur allt annað að hugsa heldur en að vera að stúdera Evrópusambandið, en það sem mér finnst leiðinlegt og ég er bara svolítið dapur yfir því að því að allt einstaklingi þekki sem prýðis einstaklingar sem að hafa stúderað þetta, lært þetta en eru góðir menn en eru bara svo uppteknaði að gangi í Evrópusambandið að þeir ala frekar á því að einhvern veginn að skoða og sjá til í stað fyrir bara að segja þetta er svona og svona og þú átt alveg að geta sett fram bara hlutlagar upplýsingar hvað felst ég að vera í Evrópusambandinu í það minnsta í öllum skólum og ég vona að það sé ennþá í Háskóla Íslands og í Háskólanum í Reykjavík og fleiri háskólum í Íslandi sem kenna þessi fræði að þá kenni menn, ég meina við lærum það hvað Sovjetringin voru það var ekki þannig að menn voru bara best að sækja aðild og sjá hvað er í boði, ég meina við lærðum bara hvernig stjórnkerfið var byggt upp í Sovjetríkjunum sínum tíma og byggt upp í Bandaríkjunum þú veist, og hvað felst í því fyrir þjóðir að vera þar inni og mér finnst þetta ofsalega mikið ljóður á þessari umræðu að það er alltaf verið að segja við fólk já, samningsstaðan er sterk samningsstaðan sterk þú ert að ganga í Evrópusambandi ég meina, trúir því einhver já, Ísland og Evrópusambandi settust niður og sömdu og niðurstaðan er svo að breytingan á Evrópusambandi verða miklar, það verða grundvallar breytingar Evrópusambandi, kjölfar samtals Íslands og Evrópusambandi. Ursula von der Leyen er núna að tala og kynna niðurstöðuna fyrir aðildarríkjunum 27 en íslenska landbúnaðarstefna verður tekin upp núna á meginlandinu þú veist, ég meina er þetta ekki svona og þetta er búið að vera þarna í áratugi og þú getur lesið söguna hvernig þau þróast og hvert þetta leiðir og en stað þess og svo er bara alltaf bent á mann og ofta ekki öskra á mann treystur ekki þjóðinni maður segir, heyrðu, ræðum hvað þetta er og svo og því að fólk getur alveg mótað sér skoðun ég meina ég alveg vini þannig og mér ekki mjög væntu þá og þeir einlega trúa því að það sé rétt fyrir okkur að verða bara Evrópu þjóð þú veist, ekkert að því mikla tilfinningar allt í lagi, ég virði það þú veist, ég get ekki farið fram á allir séu sammála mér en mér finnst það mjög dapurt að það sé verið að segja við fólk og almenning sem eðlilega hefur, þarf það mikið fyrir því þú allir geti þú þarf það fyrir því að leita þær upplýsinga að það sé verið að segja, heyrðu við ætlum bara að kanna hvað er í búði því að það er verið að við erum að slá ryk í augu fólks með því að segja þetta með þessum hætti það verður að gatlýsa okkur Ertu með eitthvað? Nei, bara þú mín að fylgstu samúð með að vera dagskrárstjóri og ég veit hvað er að stýra hlaðan þetta og við erum allar konar á þriðju spurningu Nei, við erum í frétti vikunar En þetta er reynda frétti vikunar og ég held að þetta sé að vera Evrópumálin vonandi, mér finnst skemmtilegt að ræða þetta og vonandi finnst hlustandi gaman að hlusta á þetta að þetta gæti orðið mikið umræðefni næstu viku, næstu mánuði, jafnvel næstu ár sko bara til að slútta þessu með skýrsluna sem vorum í talum fyrir 3 tímum síðan það sem ég hugsa þegar þú talar að það er allt brjála ef þetta plagg hefði mögulega að fara í lofti og gert opinbert ég hugsaði bara, já, kannski vill Gulli bara ekki að þjóðin sjá þetta og þá hugsar þjóðin, heyrðu ekki að kjósum þetta Nei, sko Fyrst að umsóknin ennþá virk
Nei, sko, þú veist, ég get ekki sem ráð, allavega það mitt mat sko, ef ég kom með þetta fram og láta einhvern einn mann, sama hver það einhvern, með fullri vinningu, embættismaður í ráðuneytinu koma fram, sem að leggur út sitt mat á þetta hvers konar vinna það? Ef þú veist, ef ráðherra kemur og ég var í stjórnaranstöðu, ég hef sagt bara í alvöru sko, þú setur manneskju sem með sterkar skoðanir á þessu með mótaða skoðanir áður og fyrir að skoða þetta og þú ert ekki með neinn önnur sjónarmið í þessu sko dæmi, þú veist þarna eins og þegar ég fór í EES vinnuna þar að segja þegar eins og skýrsla Björns Bjarnasonar og þar var farið í sko langt ferli þú varst þarna, það var bara opnir fundir, allir gátu komið sínum athugasemdum að þetta var mikil vinna og þú ert með skýrslu, ég er ekkert að segja að þetta bara allir hafi verið sammála öllu, eina gagnrýnin sem kom þar fram á hana af því að þetta svona bara staðreinda miðaplagg þar sem er verið að fara en fá viðhorf og kvartanir og hrós og skiluðu, þú veist, þetta var mjög mikið að það var hlutlagt eina gagnrýnin sem kom á það var ekki það hún var ekki vöndu og góð, þetta var hún það og lagt mikið í það var að það vantaði gagnrýni nálgun á þetta, þar að segja þeir sem væru bara móti þessu fengi að skrifa meira á það var alveg sjónarmið, skilur, en mér fannst hins vegar sko að þú áttir ekki að lesa úr þessu það bara sumt það sem að sumum finnst gott finnst öðrum slæmt sko. En ég gat aldrei af máli eins og þessu láta einhvern einn aðila sem fyrirfram mótar skoðanir á þessu þú veist, og það skipti engum máli hvers slags einstaklega það væri að það er sem lagt fram það hefur bara, þú veist, ég gat ekkert staðið á bakvið slíkt sko. Ef ég ætla að halda áfram með þetta þá hefði ég alltaf sett þetta í þann farveg að kalla fleira að þessu þetta var þá opið ferli það verið rætt við aðna sem voru aðna ráðherrana, það var í farið til Brussel skilur, þú veist, þú getur ekki einhverja og þetta var líka bara pínu partur af þessu það sem að voru líka þessu, það var þó að þetta er náttúrulega bara 26 síður, þetta er ekki þessu skýslunar eins og voru gefnar út að þá voru þarna inni bara svona sjónarmið varðandi aðildarviðræðurnar og hvernig að því var staðið og munurinn á ESB og ES og bara þetta er bara plagg sem að og bara gat nýst ágætlega en það var aldrei hægt að fara að gefa þetta út sem skýrslu aldrei nokkuð tíman og en aftur sko fyrir mér var þetta bara annarkvort það að við færum með þetta aftur í þingið sem ég sagði við ríkisstjórnina, á hverju gerum við það bara ekki þeirra sjónarmið í ríkisstjórnina var á hverju ætla að fara í þessu sár þetta mál er dautt, þetta er búið og það eina sem hún gerir að þú gerir allt vitlaust í þjóðfélaginu og það var alveg sjónarmið auðvitað er þannig að ég hef gaman að því að ræða þetta og mér finnst það gott að ræða ESB-málin en auðvitað varði ég líka að hlusta þau sjónarmið alveg svo núna að ég hefði viljað að Kristrún hefði staðið við það sem hún sagði hérna hjá ykkur og út allt en hún ætlar að fara þessa vegferð það mun kljúfa þjóðina, við erum nýbyrjuð og það er allt orðið vitlust, allavega í dag og þannig að þetta og þú menn mig að það með allir skoða þessar skýrslu bara sem vilja en ég er ekki að fara að gefa út í mínu nafni en hins vegar verður það kalla það á mjög miklar útskýringar ef öll minnisblöð eins og þetta dröga skýrslum öðru slíku sem menn hafa sagt, við skulum geima þetta eða þetta er ekki nógu gott ef að það er allt saman farið út og menn segja, hér er komið skýrsla og þetta er í þinni tíð og ég sé nafnið þitt hérna þú veist, maður bara, það er náttúrulega bara eitthvað sem að myndi ekki íta undir uppbyggilega skynsama umræðu sko. Til að slúta fréttu vikunar er ekki ágætisregla ef Helgi Seljan vill fá manni viðtala slökka símanum? Nei, ég er nú bara svo ég lá í honum að koma í viðtal við hann Já, ég hef búin að vera í 2 vikur bara þarna, ekki gleyma mér bara, þú veist, allar ekki alveg ekki að taka mig í viðtal Hann þurfti að kukka skýsluna fyrst og það var svo erfitt þá getur allt í nú að koma en ég mun aftur fara í viðtal í Helga Seljans það er alveg hreinlega Já aldrei að vita hvað kann að drefa upp hattinu þá Ég ætla bara að segja, Gulli, ég meina skýsluðuna sem að Hjörvar Steinn skrifaði
Algjörlega við erum að fara í eitthvað allt annað núna. Já, við ætlum að vinda okkur yfir í alþingiskosningarnar sem fórum fram það 30. nóvember. Sko, Sjálfstæðisflokkurinn enda með 19,4% fylgi, fær 14 þingmenn og tapar 2. Fyrsta skipti í mjög langan tíma þar sem að hann var ekki stærstur allra. Alltaf frá því að við byrjum að fylgjast með. Hversu mikil vonbrigði var þessi niðurstaða? Ég veit að voru það vonbrigði en það er eitthvað sem að maður kannski kom man ekkert á óvart að þetta var mikið brekka. Ég meina við vorum og það sem var samt svo skrítið við þessar kosningabaráttu að við erum alltaf vissum og þetta var bara, ég meina þegar við sjáum fyrstu skoðanakönnunni, ég Reykjavík Norður, ég var númer 1 og svo Diljá Mist og Brynjar að sko Diljá var bara lengst úti sko. Já. Og við, það góða við þessa kosningabaráttu að hún var mjög skemmtileg, við vorum með frábæra lista fólks og við röðum upp í Reykjavík Norður og Suður, rosalega flotti listar, gríðarlega mikil vinna unnin og það mun ekkert mikla Brynja að fara inn sko. Nei, það hefur verið gaman. Það hefur verið alveg meiri áttar og hann náttúrulega mjög óheppinn að vera... Hann búinn að vera óheppinn, bara gegnum ferilinn sko. Já, hann bara, það kemur að því að Brynja og svo verður mjög heppinn í pólitík. Já, vonandi. Já, það er alltaf nýja, hann er kortnungur enn og hann á nóg eftir og það verður að hafa mennir svo Brynjar. Brynjar er engun líkur frábær maður og og ég vildi svo sannarlega sjá hann inn á þingi og ég held að það verði krafa í næstu kosningum bæði í Alþingis og sveitarstjórnar að menn segi við þurfum að fá reynslu og ég segi eins og þingi núna og það mér fundist gaman að kynnast þessu nýja fólki í öllum flokkum og mér finnst þetta að vera bara viðkunnulegt og skemmtilegt fólk þó svo þetta hafa náttúrulega súrnað mjög núna í vorið, það var ekki þeim að kenna og það á eiginlega allt samheilt að hafa mjög litla reynslu. Já. Ég helmingu þingmanna eitthvað. Jú, og það er orðin og sko starfið í þinginu og það er ekki þessu fólki að kenna en forysta ríkisstjórnarinnar því miður gerir ekki mikið með bæði hefðir og venjur og bara eðlileg þingstörf og líka lög eins og lög opinber fjármál. Já. Það er grafalvarlegt mál og þetta er og maður getur sagt býtu, ertu í alveg að fara að tala lög opinber fjármál sko. En sko þetta er grunnurinn okkar velferð að ríkisfjármálin sé í góðu lagi og við breyttum þessu lögin tóku gildi 1. janúar 2016 í mann rétt 10 ára undirbúningsvinna fullt af alþjóðastofnun og öðru slíku og menn vissu það að við vorum ekki með fullkomna tól og ætlum að þróa það svo kemur þessi ríkisstjórn og fer bara ekkert eftir þið og það er ekki mín orð, það er úr fjármálaráðs sem á að koma með komment frá út af þessu sama með þingstörfin nú er það þannig að sko hugsunin er þessi og þetta ljómar ekki dósalega kannski spennandi en þetta er nauðsynlegt fyrir lýðræði í landinu og þetta er markmið að gera þetta vel að það kemur málin oftast frá ríkisstjórn og helst er búið að undirbyggja þannig að það sé sett í samráðsgátt þannig að aðilar geta komið sín sjónamið og ráðandi vinnur svo því og ákveður hvort það tekur til þess ekki kemur inn í þingið, þingnefnd tekur það, sendir það til umsagnar fara menn yfir alla umsagnarinn og svo er náttúrulega menn með þekkingu og sína skoðanir og það er hugsun svo að reyna að fara í gegnum þess vel eins og hægt er ekki það til þess að allir verið sammála heldur til þess að menn verið sammála hvað þeir eru ósammálum þannig að bara að þú takir út einhverja hluti sem engi vill hafa inni vegna þess að það er bara svona praktíski gallar og annað slíkt sko og svo endur menn það að deila það sem að menn vita að menn eru ósammála Þú ert ekki að tala veiðigjaldafrumvarpið þannig? Já, það er ekki bara veiðigjaldafrumvarpið ég meina það fór lítið fyrir því en ég meina sko Hvammsvík sem að það er vandi út af eitthvað sem að var ekki nógu góð lagarsetning fyrir 14 árum og það var algjör stemming og þessi ráðherra sem tók við að mér mjög heppin að hann er með bara stjórnarandstöðu sem bara hvetur hann til góður að verka. Já, er hann ekki að stansa bara vel, Jón Páll? Já, þú veist, við skulum, sko, hann hefur talað vel. Já, ok. Hann hefur sagt réttu hlutina, en þeir gerði ekkit sett enga forgangi orkumálu núna, því miður. Og svo kemur hann með frumvarpið sem hann segir að ég höggva hann hútin og Hvammsvirkjun. Það gerði það ekkert. Nei. Þannig að við erum aftur þá að það var eitthvað sem að fór úrskeiðis þar. Bara svo sem dæmi þegar menn vanda sig ekki þegar kemur á lagarsetningu, bara alveg praktískt dæmi bara nákvæmlega núna. Já.
við skulum ekkert fara að leiða ekki nema þið viljið sérstaklega reyða veiðileyfagjöldin, við getum alveg gert það en tökum sér þáttum það já, en sko, þú veist þannig að áhyggjur mínar eru þessar og að því að ég hætti fljótlega að gagnrýna sko forystu nefndana vegna þess að þetta voru línur í öllu nefndur sem fengu frá ríkisstjórninni þú veist og það ætla að klára 100 mál setja eitthvað metið þetta er algjör della, þetta er svo við 3 farum í ferðalag og við verum í viku í Evrópu og ég segi, ég ætla að skipulegja þetta við ætlum að vera 100 staði og þeir svona, ef við ekki að kannski taka 2 daga í París nei, 100 staði klukktími í París, náðum ekki meira og það er bara allt lagt að jöfnu sko það er bara stórmál og lítilmál og miðamál, þetta er bara allt eins En verð ekki bara hinn málinn tekin í haustu? Þeir kláru nú eiginlega ekki þetta málunum sko Var ekki 44 sem kláraði af 100? Já, eitthvað svo leið sko Ég er að segja það, voru 54 eftir, eða 56 Þú mál sem algjör samstæðum eins og þessu orkumálum voru ekki kláruð útlíkamálum, algjör samstæðum, ekki kláruð og ýmis mál sem algjör samstæðum var ekki klára þannig að það var ekki verkstýring í því miður og sömuleiðis að þá er náttúrulega sko, það snýst ekkit það þegar þú ert á löggjafarsamkomu eða þú ert í sveitarstjórn þér líki vel við alla sko. Nei. En þú verður og þeir sem í forystu bera það mest ábyrgð að þú verður að gera hvað þú getur til þess að hlutinni geti gengið þokkalega sko. Og það vantar alla slíka verkstjórn þú bara þarna og ég hef unnið með Daví Oddsinni, Geir Haarde Bjarnar Benediktssyni Katrín Jakobsdóttir, þú veist Sigurð Inga, öllur það hafa allir virt þetta er kannski ekki uppáhalds fólki í stjórnarandstöðinni, skilurðu en það er kosið, það er með fólk á bakvið sig og ef þú ætlar að láta hlutina ganga vel nú þá verður að vera að í þannig sambandi við þetta fólk að menn séu sammála sko svona leikregluna þó menn séu ekki sammála í pólitík það er enginn að biðja það og þetta var alveg ótrúlega vont í vor fór ótrúlega illa og það er mikilvægt að við finnum einhvern takt til þess að svona hlutir endurtaki sig ekki sko kom þér á óvart að kjarnorkuákvæðinu hafi verið beitt sko ég veit það ekki sko það eru þetta var bara allt svo skrítið sko vegna þess að það hefur náttúrulega oft farið í hnút sko og menn hafa fundið leiðir sko við getum saman ósam muni kannski eins og með orkupakkan þá bara ákveða menn hefur tökum stupp hérna ég vissi ekki hrifna því samkomulagi en það var ég náttúrulega mest fyrir því og hérna en skiluð það var bara fundið ok þá klárum við þetta hér og þetta var náttúrulega alltaf fyrir að þeim er alltaf að klára málið og ég held að vera miklu betri bragur á því og meirinn bragur af því þetta er fordæmi að ná einhverju samkomum að hvernig að málið er klárað og mér fannst nú stundum sko að því að þetta var svo súrt sko að þú veist ég held að flesti vinnustæðir hefur bara verið þannig að menn sagt heyrðu nú tökum við bara langa helgi nú fara bara fari bara allir bara við erum í fjölskyldunni út í sveit ekki tala pólitík koma aftur inn á mánudag þetta var orðið helviti súrt sko. og sjáum aðeins svona ræðum saman þá af því þetta var svona bara svona praktískir hluti því það var sko þetta málþófið þegar Vilhjálm er að tala kollegiðin sko þá hann var bara orðin bara hvað rugglar þeir öllu pallar í greið ég bara hvað er mann að tala þetta var orðið bara eitthvað rugg þetta á þykki sko. Já það er sko aðalatrið það þegar spennustíðið orðið svo hátt og þú ert aldrei að ná neinu samkomin eitt þegar allir eru alveg bara svo brjálæðislega stífir þetta er svona bara praktískt mál og ég held að þú veist ef að einhver gamalt skólastjóri hefði komið að inn sko og sagt þegar þú mátt ráða þessu jæja krakkar, ég veit ekki hvað krakkar en jæja góða fólk þannig ég ætla nú að leggja til að nú aðeins allir út að leika allir út að leika sko það er bara gott veður og að því að sko ástæðan fyrir þess ég sko það var alveg ljóst að þeir voru alltaf að klára máli þau eru meirhluta og þau munu bara hækka alla á skattasefilja þú veist það er bara þannig
og við getum reynt að vekja athygli á því, fá fólk til að mótmæla því, til liðs við okkur, þeir bara klára, skilur, það er bara það liðs. En ef að þú notar kjarnorku ákvæð á skattahækkunarmál, hvaða mál getur þú veist, það eru öll mál undir, sko. Já. Og viljum við Svo má deila hvort að auðlindagjöld séu skattur, sko. Er það? Já. En ekki samkvæmt frumvarpinu. Já, það er alveg, ég spurði gerðurgjaldur eins í dag, það er alveg vafamál, sko, hvort að auðlindagjöld séu skattur, sko. Já, þetta er bara svo hækka leigu á húsnæði, sko. Ekki samkvæmt frumvarpinu. Það stendur skýrt í frumvarpinu, auðlindagjöld eru óumdeilanlega skattur. Okay. Það er vísað í Hæstarétt og í grunninn er þetta þannig, sko, að þú ert að taka peninga frá fyrirtækjum og setja í ríkissjóð. Já, sem er að greiða fyrir afnóta á auðlind rentu, já. Það er það sem er í grunninn er þetta. Svo geturðu þarna haft útfærslu á skattur með mismunandi hætti. Og svo getur verið sammála og ósammála. En í grunninn er þetta bara alltaf þannig að þú ert að taka fjármuni frá fólki og fyrirtækjum og setja í ríkissjóð. Já. Og það hefur aldrei neitt sem er lagt á skatt komið fram og sagt, heyrðu, nú ætlum ég að hækka skattana, það verður ósanngjarnt, þetta er allt og hátt, það með ekki skila meiru vegna þess að þetta er svo hamlandi áhrif, gjör þið svo vel. Þú réttlætir alltaf með einhverju. Já. Og ég er búin að heyra alls konar réttlæting gegnum tíðin og skattahækkun. Núna er þetta séu auðlindagjöld. Og það á að koma líka á ferðaþjónustuna og sem þýðir á almenning og það á að koma á orkuna. En grunninn er þetta bara þannig að það eru fyrirtæki og fólk sem er að greiða skatta í ríkissjóð. Ef við myndum breyta núna bara að segja, nú hættu við tekjuskatt. En við ætlum að setja súrefnisgjöld. Og þau eru að vísu 20% hærri heldur en tekjuskattur maður, en ykkur líður náttúrulega miklu betur að borga súrefnisgjöldin heldur en tekjuskattin, eða ekki. Það er bara sanngjarnt, ég meina, þú notar þó nokkuð mikið súrefni, ekki rétt? Þetta er takmörk auðlind. Besta súrefni í heimi á Íslandi, þetta er ekki frítt, sko. Nei, það er þökk sem þér og fleirum sem er rægt að skóana. Það var ekki með sveitinni, sko. Já. Algjörlega. Seldist á þessu. Seldist á veiðgjaldana. Nei, já. Heyra þetta sig, ég er bara hann er búið með súrefni. Þetta er skattur. En sko, má ég spyrja neina það? Ég gjör svo vel þinn þátt. Við erum nefnilega heppin Íslendingar með matamenninguna, sko. Já, það er gríðar mikið af góðum veitingastöðum og þar á meðal er auðvitað Hard Rock. Hard Rock. Og það er auðvitað sérstaklega gaman með Hard Rock, sko, er að það er náttúrulega meir en bara veitingastöður. Já. Þeir eru með andrið, þeir eru með alls konar varning. Já, þeir eru með eitthvað Hard Rock bóli, Hard Rock peysu, geðveikt stöf, sko. Ekki jafn geðveikt reyndar og hanastilið. Ég veit ekki, hefur smakkað Hard Rock hanastilið? Ég hef smakkað en það er allt og mörg ár síðan. Er ekki happy hour það frá hvað? 4-6 alltaf dag? Það er rétt við þeir. Sælas. Vel lesin maður. Og hamburgarnir eru auðvitað þrælgóðir. Já, World Burger Tour maður. Where the fuck do I sign? Sjöstrand, 15% afsláttur með Kóðan og Katt. CAD, þetta er ekki flókið. Nei, og herru, ég var að gefa ömmu Sjöstrand kaffivél. Já. Og ætti því líka lukku, sko. Og hún er ekki glæsileg, sko. Já, nei, amma einn, sko. Já, takk fyrir það. Hún hérna, nei, þú veist, henni fannst þetta ákvæmlega tilkomið mikið, sko, því að hún er meiri merkjaverukon en ég og þetta er selt í Epal og viðar, þannig að þú veist, þetta er stofustás. Maður er ekkert að grínast með að segja að þetta er ekki bara gott kaffi, þetta er gríðarlega falleg vél, kaffivél í stofuna. Já. Gaf henni silfurlita vél og hérna, þeir gera þetta vel, þetta umhverfisvinir einnig. Lengjan, settu spenn í leikinn og tippa á lengjunni. Jafnvel á okkar menn í Chelsea. Chelsea er verið efleik. Með Chelsea mönnum eftir Jóa þáttinn. Já, Gulli, tala vel á hann líka. Já, Chelsea eða Liverpool, það er einhver millifur. En hvernig sem fer þá ertu, já, þú ert annarkvort að græða peninga eða stefi íslenskt íþróttalíf og það er svona, það myndi ég segja helsti kosturinn við lengjuna. Subway, veisluplatti fyrir 6-10 manns. Hvað myndir þú halda veisluplatti fyrir 6-10 manns myndi kosta það, Birgir? 20 skall. 7,5 undir því. 7,5? Já, sælas. Já, þetta verð bara þekkist ekki á Íslandi, sko. Nei, bara hvergi held ég. Og það er bara á subway.is eða á næsta stað. Ég fór aftur í Hamraborgina
síðan síðast. Já, það minn uppástaði líka, ég verður að vera sammála því. Hann góður. Reyndar hann mjög góður í skeifinu líka, risa stór sko, hann alltaf nógu sætum og svona. Já, ég ætla að spyrja þig ykkurlega sko, ætlum að geta fara, Leifur spurði út í þessar þingkostningar, 90,4%, ákveðin varna sigur auðvitað og samfélkingin mældist, endaði töluvert lægri heldur hún var að mælast. Sko, atburðarásin sem átti stað eftir það, Bjarni B. náttúrulega hættir og mér langar að spyrja þig, af hverju fórst ekki bara sjálfur? Já, ég hef náttúrulega, það voru margir sem stuttu Guðrún og það er bara Guðrún sem vann þessar kostingar. Já, það getur enginn tekið það frá henni. Jú, ég meina, það er bara svona, það verður að vera að, sko, í fyrsta lagi þá meinti ég alltaf sem ég sagði, að ég held að vitum allir að það hafi verið núningur í flokknum í einhver tíma og Guðrún, hún kemur náttúrulega utan þess og er þar með svona svolítið öðru sér bakgrunn þegar hún mætir í það og það sem mjög finnst vera gott og það var alveg ljóst að þetta er alltaf brekka að það er gaman í þingflokknum og það er svona léttið mannskapin sem að skipti máli og góðu baráttu hugur en síðan bara þú verður að hafa líka stuðning á öllum vikstöðum þegar þú ferði í verkefni eins og þetta. Já, og það vantaði. Já, ég meina það er bara það er svona já, ég meina ég hef lagt náttúrulega mjög mikið í stjórnmálin og ég mun halda því áfram og ef engin áfram manna heldur en að halda áfram og ennþá kornungur en þá svona það er svona bara á ýmsum tímapunktum þú verður að taka til fleiri seldur en bara sjálfstíns. Já, algjörlega og þetta var alltaf mjög spennandi og Guðrún Hafsteins verðskuldaði og sigurvegari, Áslaug Arna alltaf hárspreitt frá þessu en er eitthvað búið að breytast? Er ekki bara sömu fylkingar og sama, ég meina við sjáum bara skoðanakönnunum, er eitthvað búið að lagast? Já, ég tel nú svo vera ég held að það er nú svona hleypt svolítið loftið úr svona spennunni og ég finnst mjög gaman í vinninu og er ekki einn það Nei. og það er þingflokkurinn ef við tökum bara hann að sem náttúrulega svona svolítið þunga miðan í svona pólitíska hlutanum þar er komið inn nýtt mjög öflugt fólk sem er með góða reynslu annar stað frá. Já, sem er mikilvægt. Sem er mjög mikilvægt og þú ert með til dæmis eins og Ólaf Adolfsson á Norðvesturlandi sem bara er búin að byggja upp bara sjálfur öflugan smávatarvextur. Þú ert með Jón Pétur Simsen sem er bara mjög, mjög langt síðan að þú ert með þingmann sem er jafn mikla þekkingu á skólamálum. Já. Og maður fann það þegar hann fór að tala um þetta hvað þetta hefur vantað og hann er sömuleiðis og þeir eru báðir alveg gríðarlega öflugir og svo ertu með eins og manneskis og Rósu Guðbjörnsdóttir sem að er búin að gera alveg gríðarlega góða hluti í Hafnarfirði hefur mikla reynslu þegar að kemur að sveitarstjórnarmálum og fleiri þarna ég er svona strax farin að hafa áhyggjur af því ég gleymi í allir upptalningunni einhverjum en ég bara það eru þarna sem ég örugglega geri en þetta og það hefur verið bara léttleiki og ferskleiki sem hefur svona komið eftir þennan landsfund. Það var eins og alveg ljóst að þú breytir ekkert hlutunum á einni nóttu. Nei. Það var þarna og það er alveg ljóst að þeir náðu yfirhöndinni með svona söguskýringunni þegar að koma að veiðilegjöldunum og ég er alveg sammála því að sjávarútvegurinn þarf líka aðeins að fara að huga því tengstu sína við þjóðina. Já, hann er ekki mikið stuðning þar. Nei, og það er að því að það sem maður átti að sjá, ég meina við erum að tala um 8.000 milljónir á ári nú verður þetta forsætisráðherra að sagði fyrir kosningum að gera þetta á 10 árum en þetta er gert í einu stökki 8.000 milljónir er bara fullt af peningum já. Og mér fannst nú getur menn alveg skoðun af því að það hækka þessar skatta allt í góðu, en að segja það hefði engin áhrif á samkeppnisefnina því að íslensku sjávarútvegur í samkeppni við matvælaframleiðslu annars staðar í heiminum þetta eru 1 milljón tonn á ári sem við veittir við erum ekki að borða allt og við erum aldrei komast yfir það og en það hefur engar áhyggjur byggðirnar og svo framvegis og þú fannst hjá forystumönnum í sveitafélögum, sveitarstjórnarmennir þeir voru mjög á móti svo miklar áhyggjur af þessu og allir þessi hagalar
en hér áður fyrir var meiri tenging við fólkið sérstaklega í byggðunum og það auðvitað ágefni skiptir ekki máli hvort að það sé sjávarútvegur, iðnaður eða ferðaþjónusta hvað ef að það vantar svona skilning og tengslinn þar á milli og það auðvitað ekki okkar ábyrgð að stýða hagsmunasamtökum hverjum sem þeir eru við þau náttúrulega höfum og verðum flokkur atvinnulífsins ekki það að við séum að hygla atvinnulífinu heldur vegna þess að það verða engin góð lífskjör fyrir almenning í landinu ef það ekki öflugt atvinnulíf og það sérstaklega mikilvægt að huga að litlum og meðalstórum fyrirtækjum vegna þess að stórum fyrirtæki sjáanlegum sér sjálf sko og þau geta auðvitað haldið haldið utan sína hagsmuni. En þau reynda að gera það hækkuðu frítekjumarkið og... Já, en það er alveg augljóst ef lítur á þetta af því að sko við höfum haft og hérna skatta og svo erum við með þennan veiði skatt eða gjald eða hvað kallað ofanálag og það hefur ýtt undir það vegna þess að það er alltaf erfiðara við horfum hérna á þessar stóra aðila sem er ekki stóra alþjóðamælikvarða mjög stóra íslenska mælikvarða og það hefur gengið alltaf undanfarin ár mjög vel hjá þeim ekki þó best með allar atvinnugreinar en skilur þetta hefur gengið vel það hefur ekki gengið svona vel hjá sem litla og meðastóru og það er búið að fækka mjög mikið þar í mínu kjördæmi í Reykjavík að þá voru hér 20 og eitthvað útgerðarmenn og útgerðarfélög fyrir bara tiltölulega fáan og það eru 2 núna og að því að svona skattlagning alveg saman þú reynir að gera eitthvað hún kemur alltaf verst niður á þeim sem eru óhagkvæmir eigingarnar og einhver getur sagt þetta ekki sjálfstæðismaður velti ekki bara hagræðingu og eitthvað sko, en er það ekki bara survival of the fittest eða? Sko þetta þá, já það er gert með skattlagningunni já ég skilji og mér finnst það að vera markmið að við hugum að því að ég vil ekki, við getum örglega verið bara með 1 útgerðar fyrir Íslandi það er örglega ekkert mál sko nei. Ég vil hafa fleiri sko ég vil líka á smábáta útgerð sko þó að þeir séu nú ekkert hrifnir á okkur að þá held ég að þessi skynsalda hún sé líka með og hefur alveg sína kosti en þarna og ég ætla ekki að stýra þessu ég sé ríkið að stýra þessu en þú mátt ekki búa til umhverfi sem ýtir undir það sem ég hef ágjörð því að þessi skattahækkun muni hafa að samþjöppinu verði miklu hraðari og meiri og við í Reykjavík fundum ekkert sérstaklega fyrir þessu þegar þessar útgerðir fóru og saminust við fundum ekki fyrir því en ef við byggjum á litlu stöðum út á landi það sem að einn stærsti atvinnugandinn er útgerðin og hún er seldi eitthvað annað þá munum við finna fyrir því og reynda munum við Reykvíkingar ekkert verið slána með það þegar við sjáum það þróun sko. Nei. Og þess vegna það fannst manni fannst einhvern veginn svo borleggjandi þegar að voru að koma og menn voru búin að reikna þetta niður á fyrirtæki á Vestfjörðum og annar stað það sem bara, þú veist, fyrirtæki sem voru ekki reikin í hagnaði tapi og þurfu ekki ennþá meira tapi og slíkt eftir þetta eða þá litlum hagnaði og fór í tap ef að þetta er veruleika að ríkisstjórnin segi, heyrðu, við ætlum að klára þetta það þarf ekki að taka gildi fyrir 1. nóvember þannig að við ætlum að klára þetta í september við ætlum að skoða þetta aðeins hérna í sumar komum þetta bara 10. september þetta 1. málið og svo klárum við þetta á þessum tíma og þú veist, með einhverju slíkum hætti en þetta fór í einhvern svakalega skotgrafir og var það einhvern veginn bara þannig að bara, þetta væri bara líf og dauði fyrir ríkisstjórnina að klára þetta ekki það er ekki gott sko. Nei. En við þurfum ekki að tala meira um þetta nema við viljið en nei, ég er alveg orðin góður sko. Ég er orðin frábær sko. En ég er bara góður. Mér finnst alltaf fyndið þegar sko, mér finnst það svo skrítið að segja ertu ekki hægri maður survival of the fittest að því að viljum við eins og Kúli bendir á skapar ekstra umhverfi með skattpínu þar sem að samþjöppun verður þannig að það verður bara 1 til 2 fyrirtæki sem geta raunverulega sinnt þessu. Það er nú einhver millivegur þarna reyndar, en já, skiljiði samt sko. Já, ég veit það ekki. Ég held að sé enginn að tala að vilja, ég held að ekki einu sem viltustu viðreisnarmenn vilja 1 eða 2 útgerðir á Íslandi sko. Já, það er samt sem að þannig, því að bara sko hægri menn hugsa litlu aðilin í rekstri og bara eins og Teddy Roosevelt sem að eftir sín bestu veit var svo fyrstu sem kom í samkeppnislöggjöf hann hafði ágjörð að kapitalismi deyðir ekki kapitalismi. Hann hafði bara ágjörð þessu stóru kapitalist í Bandaríkjunum
hvort það voru það járnbrauta fyrirtæki, ég man ekki alveg nákvæmlega að svolítið síðan ég var að lesa þetta að bara, það var hans nálgun og það var þá farið og í Bandaríkjunum hefur verið farið í það að brjóta upp fyrirtæki og svo framvegis og hérna eða rísa fyrirtæki af því að sko atvinnulífið blómstar ekki, það er ekki fræðilegu möguleiki nema að það sé góðar aðstæður fyrir einyrkja, fyrir fólk sem er að byrja nýsköpun og lítilum meðastof fyrirtæki. Já. Og það verður alltaf að vera með augun á því. Já, augun á boltanum. Það er alveg rétt. Ein bara spurning var mér á hann fyrir mig aðeins annað eftir Bjarna Ben, ég veit þú fórstu auðvitað á mótunum en myndu saknas? Ég er búin að tala meira við Bjarna Ben núna eftir mjög lengi. Þannig að ég þarf ekkert að saknas, ég tekur Símon hringi hann. Já, nægu tími á honum núna? Já, það er bara gaman ég held að við tala saman við tölum saman síðast í dag sko. Þið eru bestum ádal núna? Það er sko ef við tökum öll okkar samskipti með Bjarna þá eru þau miklu meira ánægilegt og skemmtilegt heldur en hitt sko. Já. Og við erum náttúrulega búin að vera félagar og verið þessu og reynda kynntust í sambandungra sjálfstæðismanna það var ekkert alveg í gær sko. Nei, og hérna hann samt eldist þess að gott rauðin, Guðlaugur, ég verð að segja það Takk fyrir það, en þannig að það er bara ég er ekkert að sakna Bjarna því að hann fer ekki neitt og maður bara heyrir, ég bara hef heyrt mikið í honum og hann er í mjög góðum gír og hann getur auðvitað verið mjög stoltur af sínum ferli en á nóg eftir þannig að maður veit aldrei hvað framtíð byrja skaut sem fyrir Bjarna en ég er samfærður það verður eitthvað gott sko. Já, ég sammála því eitt sem ég er að pæla sem ég ætla að spyrja ykkur að sko, við erum aðeins búin að prófa sumarkalda, Gulli, hann er geðveikur sko. Hann er geðveikur Leifur, þú mátt fara að ná í nokkra sumarkalda skottast þú að náði í bjóð fyrir mig Sko, þú varst að tala á hann við vorum að tala viðgjaldafrumvarpið, tölum kjarnorku hvað þessi Leifur talaði á hann ætlum að vera með sér þáttum viðgjaldafrumvarpið Gulli kemur aftur á morgun live frá Montana Sko, Samfylkingin mælist samkvæmt nýju skoðanakönnunum með 31%, Sjálfstæðisflokkurinn næststærstur með 18%. Sko, nú ætlum ég að vera smá harður hérna og segja bara er þessi niðurstaða, auðvitað er þetta bara skoðanakönnun, þetta eru dálítið marga skoðanakannanir að þú varst að tala á hann að þetta sjávarútvegurinn þarf að virkja samtali við þjóðuna og eiga kannski bara eitthvað nýtt samtal kannski lítil stemming fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn sé að kjósendur þannig mögulega refsingu fyrir að vera eitthvað að verja sægreifa á okkur útgerðina Það held ég Já Ég held að Og hvað málþóf og svona vesinn Ég held að sko, þau bara unnu þessa getur við sagt þau eru mjög góð í spunanum Já og maður bara, nei, heyrðu, ég hef ágjör af litla meðstóru nei, þú ert bara verja útgerðina Já, bara nokkra fjölskyldur og hvað er maður bara, nei það er engin ágjör af þeim, sko 3-4 fjölskyldur það eru góða málum og verið betri málum eftir þetta frumvarp, sko ef eitthvað er, sko og hérna, þannig að og stundum bara vinnur og stundum tapar þú bara, en þetta er nú sem betur fyrir bara þetta er nú bara rétt að byrja Já, þú varst að segja mig fyrir þátt með að Jóhanna hafi verið ansi vinsæl Jóhanna stjórnin ás ekki gríðarlega þarna og hérna, menn er bara svo, við erum svo fljóta að gleyma og hérna, ef að væri nú tekið saman til dæmis vinsælstu stjórnmálmennir bara svona hvernig voru þarna, þú veist hvernig sálisti væri svona í gegnum áratugina þá væri mörg nöfn sem kemur óvart sko og það er nú oft þannig að það sem fer mjög hratt upp fer líka hratt niður sko en sko Jóhannu og Steingrímsstjórnin var gríðarlega vinsæl þarna sko í byrjun og ekkert eitthvað fyrstu dagana heldur var það allavega 1,5 ár eitthvað svoleiðis sko sem gríðarlega vinsæl sko og það var bara þannig að það var þú komst miklu betur frá því að gagnrýna Jesú Krist heldur en Jóhannu Sigurðardóttir þarna á þeim tíma og það bara en þannig að það er ekkert að vísa hann róa í því en ég er svo sem ekkert að sko fyrir þetta hveitibrauðsdagar núna? Já, en fyrir okkur við getum velt okkur fyrir því sjálf við bara hugsa okkur sjálf og þarna sko skoðanakannir ljúga ekkert og það þýðir ekkert að segja bara
það er ekkert að marka þetta eitthvað slíkt skilur, það er bara Þetta líka trend sko. Við vorum, en það við allavega var ég alveg meðvitaður þetta væri brekka sko, þetta myndu ekki breytast á einni nóttu og það er bara gott tækifæri núna, þetta er ný forysta, öflugir þingmenn og frábær sveitarstjórnarfólk út alland, algjörlega frábært við erum með náttúrulega langöflugasta grasrótarstarfið sem skiptir máli að virkja mjög gaman að sjá ungliðana það er mjög langt síðan með öfluga ungliðarhreyfingu eins og núna og mikið af öflugu og efnilegu fólki þar og fyrir utan það að það er nú algjörlega þannig að þegar að fólk er að róa á mið kjósanda og þeim sem gengur vel þá eru þeir nú alla jafna að nota okkar hugmyndafræði með einhverjum hætti Já. og ég held að það sé algjörlega í DNA-inu okkar Íslendingum að sjálfstæði stefnan er eitthvað sem að höfða mjög vel til okkar og þegar er verið að skamma okkur fyrir allt milli himins og jarðar því ég byrjaði hérna án að tala hvað gerst eftir við erum sjálfstæð þjóð og menn að tala sjálfstæðlangum svo lengi völd já við skulum bara taka þetta er ekkert mál en menn vil eigna okkur þennan árangur ekkert mál Fæn Tek það Sko, nú er ég ekki með skýrslu en ég er með heimavinn Anda Gulla sem hann fekk ekki verið þáttinn Þú og Helgi Seljan eru rosalegir Birkir Seljan Ég ætla að fara í powerrank á Gulla og þetta er sent frá rittara og þetta var svo góð spurning að ég ætla að hafa hana inn í miðum þætti og ég er með 6 atriði hérna og þú ætlar að powerranka hvar þú stóðst þig best eða hvað þú ert stoltastur af og þetta eru atriðin setaðin í borgarstjórn vera í minnihluta á Alþingi á tíma Jóhannustjórnar að gegna stöðu þingflokksformans að vera heilbrigðisráðherra, utanríkisráðherra og svo umhverfisráðherra frá 1 upp í 6 hvað ertu stoltastur af? Hvað stóð Gulli sér best? Ein létt bara Ég get ekki sko eitthvað sem stóð upp úr þetta? Já, fullt af hluti sem stóð upp úr Já, eða svona eitthvað eitt af þessu 6 atriðum sem var bara svona ég var langbestur þarna Nei, sko það er ég get sagt svona pínu sögum hvart sko ég var eins og valinn óvinsalust í borgarfulltrúi samkvæmt skoðanakönnun og þá var bara sem ég stóð með þetta best sko ég var alveg á fullu að benda hluti sem allt stóðust en fólk var algjörlega búið augljóslega búið fór nóga þessu manni sem bara ef að þið sá hann í fjölmiðlum sem var alltaf í fjölmiðlum að þá var hann að segja alltaf einhver leiðindi sko og það var svona svolítil og ég var að þú segir hvað stendur upp úr Já. Ég man bara eftir því að var hringt í blaðmanni já nú ekki að skoðanakönnun og þú ert langóvinsalist í borgarfulltrúi bara það því að svo var líka Bergmánshellin allir bara þú ert að standa þig frábæra eini mann sem gerir eitthvað og svo framvegis það er bara svona hvernig þessi pólitík er sko Já. og þannig að ég veit það ekki það er sko Ég get líka og sagt hvað myndir þú vilja endurtaka hvaða tíma þessu eða þú ræður hvernig þú túlkar þetta Þetta er góð já, sko, spurning þetta er nú skemmtileg spurning sko þú veist það er eiginlega ekkert þarna sem að sko því að menn spyrir vill langa ekki aftur til að vera þetta Já. Nei, ekki það að mér ekki finnist algjörlega meira áttar ekki þess að ég ekki stoltur af hvað ég gerði heldur bara sko þá finnst mér eitt af kosturinn við þetta að maður tekur ný verkefni auðvitað er til dæmis sem utanríkisráðherra þá ég segi sjálfur frá það setur mjög mikið eftir og þá við gerðum ótrúlega mikið á mjög skömmum tíma og núna sumt tók enginn eftir sko öryggis og varnarmálin eini mann sem tók eftir við vorum að stórauka áhersluna og uppbyggingu við vorum hér náttúrulega sko fórum úr samskiptum í Bandaríkjum í 0 nokkuð pólitísk samskiptum í mjög mikil hér kom varaforsetinn Bandaríkjana utanríkisráðherra öldundugelda þingmenn fullt af fulltrúadeilda þingmenn King Boris Johnson já, stærstu heræfingarnar sem að nokkuð tíma haldnar mestu framkvæmdnar einu maður sem tók eftir svo var Ögmundur Jónasson hann var alveg brjálaður að Vinstri grænir væri með ríkisstjórn sem var að standa í þessu öllu saman að manni fannst núna skilur fólk að þetta var mikilvægt heilbrigðisráðherra ég var 22 mánuði og það er ennþá verið að tala ég sett á stað sjúkratryggingar og það er enn ein skýrslan komið fram að við verðum að standa okkur betur að innlega það sem var lagt upp í lögunum
og það var bara skref sem var heillaskref en því miður var það ekki haldið áfram með það eins og átt að gera umhverfis og orkumálin kyrrstaðan var rofin og menn geta bara, þú veist bá svona hvað sem vilja skilur þetta fór úr því þetta var ekkert í gangi í það og það fór alltaf stað fyrir nýja ráðherra að vera með sameinaðar stofnanir Jóhann Páll er svona Arne Slott taka við að klopp ég finnst alveg til ég vera klopp sko. ég alveg geymi það sko. Svo tekur við slott titilinn fættur 67 sko. já, ég meina þú veist það er sko ég vona innilega að öllum svo sem gangi vel en sérstaklega Jóhanni Páli en ég hef áhyggjur af því að því að allt það sem flest sem saði var maður bara já gott. Það voru 3 rammar sem hann hefði getað lagt fram og klárlega getað klárað 2 en það var engi kláraður og menn ætla að taka og samkvæmt þeir eru með tillögum það að taka hagkvæmasta kostin, þjóðsakostin út úr nýtingaflokki og setja í B-flokk sem er grafalvarlegt sömuleiðis að því að það var allt kjörtímabili unni einföldun langmesta orkuframkvæmdum eru ósýnilegar sem eru stækkanir sem við tókum út úr rammanum og innfölduðum mjög þannig út bara mat- og umhverfisáhrifum og það hefur verið bæði búið að vera að stækka meira segja hérna í Svartsengi sko, það er alveg magna að HS Orka hafi gert það en sömumst landsvirkjun gert mikið af því og svo er Orkuveitan farin á flegi ferð en sko þar eru til dæmis frumvarp sem var tilbúið þar er tekið mesta innföldunin úr því en ég vona hann haldi áfram og bæti í og komi meira þegar kemur að innföldun en þetta er það er bara tími sem að ég er mjög ánægður með og var samt mjög erfitt vegna þess að bara við höfðum ekki sinnt þessum málaflokki svo ógeðslega lengi við höfum ekki gert í raforkunni í 15 ár ekki gert í hitaveitni í 20 ár við fórum í fyrsta hitaveitu átæki og þessi eru öld og hérna en það var og já, er ég ekki nokkuð neður búið með það þú glemtir að ég var að maður í Bæjarsveit Borgarnes og hérna hvernig datt þessu rittara þetta í hug ég verða að biðja að vinna heima og hestarnir að þeim Bandaríkjunum líka, hann glemti því líka já, en sko ég verða að gefa Gulla það að því að síðasta ráðuneytið hans var umhverfisráðherra þú getur ekki at gunpoint beðið mig að nefna aðra umhverfisráðherra utan Gulla og það er að því að hann var kökkin og hann tók þetta ráðuneytið einhver töldu þetta verið sneið frá Bjarna setja hann úr utanríkisráðuneytið þetta hann sagði bara 24/7 mættir í vinnuna og sá Rauðvisa kyrrstöðu, vel gert við erum alltaf með þingmann Reykvíkinga hérna í setti þannig við verðum að ræða aðeins Reykjavíkurborg nei, hún er frábæðborg en Kópavogur ég ætla bara að spyrja, þetta er örugglega fyrsta skipti sem hún fær þessa spurningu en hefur þú hugsað út í borgarstjóran? Pabbi var með þessa hittara sko hvað er aðvíðilegur? það er sko ég auðvitað þykjum bara væntu það að fólk sé að ræða þetta við mig og það er náttúrulega væntanlega sem fólk hefur fundið fyrir því að ég er brennandi áhuga á þessum málum og ég er þingmaður Reykvíkinga og ég mun alveg halda áfram eins og ég gert hingað til að vinna hagsmunum borgarbúa og ég hef engar aðra fyrirætlanir núna heldur en bara það að halda áfram í því sem ég er og hef mjög gaman að því en sko ég er þeirra skoðunar að það sé mjög mikilvægt að það verði núna lagð upp einhver kosningabandalag fyrir þessu kosningar ég til góða mann í heitapottunum daginn hann sagði borgarstjórnarkosningar er eins og svikamilla það er alveg saman hvað er kosið Kingdagur bíðamættir samfylkingin stýrir alltaf og það væri mjög æskilegt ef að flokkarnir sem að hafa svona svipaðar áherslur því að við verðum að breyta áherslum og bara svo minna að því að sko eins og samgöngusáttmálinn sem ég mjög skil vel að nágrannar sveitarfélögin samþykki vegna þess að þeir fái runni það sem við vilja og við þurfum að bæta alla samgöngur hvort sem almennir samgöngur eðarar en það er forgangsröðinni algjörlega snúið á haust þarna og það er graf alvarlegt og ég skil ekki, ég er búin að segja þetta margoft að því ég þekki þekki náttúrulega frá sem heilbrigðisráðherra og náttúrulega úr borgarmálunum og þetta er augljóst þegar menn hugsa það og það vita þetta allir sem vilja vita og að við verðum
að koma fólki á nýja spítal hratt Já. og það var alltaf gert ráð fyrir því að fólk var ekkert blind á það að þegar staðsningum var þarna það var alltaf gert ráð fyrir því alltaf að þú myndir auka umferðarrýmdina vegna þess að menn vissi að það var fleira fólk sem að vera að vinna þarna og þú þyrfti að koma fólki hratt og svo framkvæmd sem mikilvægust og leysir þennan vanda hún ótímasett, hún langa aftast sem eru göngin undir Miklabrautina ekki þessi þarna þessi stokkur það er miklu lengri göng sem þú verður að koma með og þú verður að koma með strax því að þú getur ekki farið í þetta og það að setja hlutina þannig upp að við verðum að fara í borgarlínuna, ég held að allir sé fylgjandi því að hafa akreinar sem er með almenningssamgöngur en ástæðan fyrir að borgarlínuna er svo gríðarlega dýr er vegna þess að menn ætla að fara þá leið að hafa vagna sem eru jafn þungir og fulllistaðir steypubílar sem gerir það bara að þú þarf að grafa upp alla göturnar á höfuðborgarsvæðin sem þessi vagnar þurfa að keyra því að það er ekki gert ráð fyrir svona þungum bílum á 6 mínútna fresti og síðan ertu með þetta er langdýrasta samgönguframkvæmd á Íslandi næstdýrasta er Sundabrautin sem að og Sundabrautin var lögð núna ef að kemur töframaður og myndi sitja bara brautina það myndi ekki leysa neitt vanda við varum bara föst í Vogunum eins og við erum núna gríðarlega dýrt, við myndum kljúfa Gráin á 2 stöðum sem myndi aldrei vera samþykkt og þetta er svo absúrt, það er bara sko bíllausa hverfið, við veitum hvað er í Guðnesi bara fínt hverfi, allt í lagi þetta er bíllausa hverfið, það er svo bíllaust að það er ekki strætóskiljar þannig ef þú byrðar og vilt vera með strætó og ég er ekki að grínast, þá getur þú panta leigubíl á kostnað borgarinnar í strætóskili Jú, þú ert að grínast Nei, ég er ekki að grínast og nema hvað Af hverju veit ég þetta ekki? og ég meina, og þá að setja 4 akreinar í gegnum bílaursakverfið hvernig heldur að fastegna verðið ertu hérna, strákar ég er með hús fyrir ykkur og mjög flottur stað, mjög flott sem það er en það er smá, það eru 4 akreinar með hliðina á leiðinni já, og það er allan sólarhringinn sem að keyrt á þeim og þú veist og menn er ekki einu svona að skoða göngin og svo er ekki verið að fara í göng því að göng sko, ef við ferum með göngin í Borgartún frá Álfsnesinu þetta er rétt rúmlega lengdin á Hvalfjarðargöngum, þetta er ekki leið lengd og svo náttúrulega fullt af landi sem myndir losna sem hún getur byggt ef að þú myndir fara þessi leið og þyrftir ekki að flytja samskip og svo framvegis og það er ekki einu sem er að skoða þetta og þarna samgöngusáttmálin þannig betri, hvað þetta er betri samgöngur, og Sundabrautaverkefni, það talar ekki saman þau eru ekki að tala saman þannig að til dæmis stokkurinn sem á að vera í Vogunum sem verður væntanlega ef að verður byggður dýrastu göngu á Íslandi að hún mun ekki hjálpa til ef að Sundabrautin verður lögð þar sem við liggjara það mun ekki auka umferðina vestur í bæ og ég er búinn að því að ég bara leita á þetta og búinn að skoða þetta getur ekki verið, þannig ég er búinn að tala við betri samgöngur og við erum bara til að hafa þetta alveg að hreina og maður sé að fara með rétt mál sko. Alltaf í vinnunni en þetta er bara en við verðum að skipta borgarstjórnarstefnu meirihluta og það ég hef aldrei fundið fyrir jafn mikilli óánægju eins og undanfarið og framkoma garna íbúanum er náttúrulega með slíkum ólíkindum það er Grafóksbúar mjög duglegir að láta í sér heyra og ég hef alveg hjálpað til en og Diljá og við öll og ég og Diljá og Brynjar lögðu mikla áherslu á þetta í þingkosningunum en ég er búin að heyra á öllum hverfum borgarinnar sömu ávanægi og fólk hefur sambandið með hvernig standið því að þessum mótmælum vegna þess að við erum að upplifa það sama hér og væntanlega það hverfi sem nú þegar hefur farið vest út úr þessu er Breiðholtið og þetta græna gímald þetta er, sko, ef þið ætla að byggja sko, lítinn skúr í garðinum ykkar, það er bara mega mál sko, að fara í gegnum kerfið en svo kemur bara eitthvað grænt gímald og það bara byrju, hvað byrju, ég sé ekkert lengur það er bara komið, það er bara grænt veggur og hver ber ábyrgð á þessu? Veit það ekki, bara er nú ætla að fá okkur stjórnmálamann til að segja okkur frá því á hverju þetta var gert farið engan fekk einhverja indælis mannskju borgarskipulega í viðtal
og svo ertu komið með allt, það alltaf orðið svo munalaust ég meina síðasti maður sem got skammað þarna fyrir strætó í Sveinn Andri Sveinsson þegar hann var borgarfulltrúi í Sjálfstæðisflokks, það var ekki gær sko. Hann gerði fína hluti þar sko, en hlut nú ekki mikla vinsældi fyrir þá en allt í góðu með það. Núna þetta bara hverju má maður hrósa eða skamma fyrir strætó? Borgarmeirihluta? Nei, þetta byggðarsamlag. Þeir segja bara, við ekki eins og stjórnarformann þó að Reykjavík og borg geta allt saman sko. Og það til dæmis ég held að allir séu sammála því að það við viljum efla almenningssamgöngur. Ekki góð hugmynd að byrja á strætó? Jú, en er hann ekki búin að rífa sig eitthvað í ganga? Ég hef ekki tekið strætó síðan 7 ára sko, en ég hef ekki að segja það, en ég hef heyrt að hann sé orðin betri, ég hef ekki hugmynd um það. Já, gott, ég reynir nú að fara með strætó, ég náttúrulega ólst upp í borgarnes, ég ekki mjög góður í strætó sko. Nei. 6 á alveg að vera fyrir mig sko, en mér finnst þetta ekki gott nota við mig og ég veit ég ekki alveg frábæri í þessu fórum daginn, þá loksins koman kemur aldrei á réttum tíma og svo bara og ég bara fara með að ég held 6-unni, svo ég bara kom upp í Árbæ enda í Mjóddin og tók leigubílnir í bæ sko. Þannig viljum við hafa þetta perfect ég tók svona að það vera ég tók einhverjum 2 mánuði að reyna bíllausa lífstíl, það gekk alveg svaka lítið en ég held að það sé meira ég heldur en að ég held það en það samt sem að vera að því að þar til en svona bara ángríns að þar til dæmis eru bara 6 henda bara mann eins og mér mjög vel þú veist, en það engin að auglýsa það er engin að reyna að fá fólk til sem að geta nýtt sér það til þess að nýta sér þá þjónustu og við tala við unga fólki þar sé börnin sem er að nota þetta að þá eru þau sko þá getur orðað þannig að það er verk að vinna en ég vona að það sé hafið og því að það er mjög mikilvægt því að okkur er að fjölga mjög mikið og okkur veitir ekki af öllum samgöngumátum það liggur alveg fyrir sko. Þá langar við að spyrja það sko á Reykjavíkurborg að þétta byggð, brjóta nýtt land eða byggja á grænum svæðum borgarinnar þarf flugvöllurinn jafnvel að víkja? Við eigum sko það er oft gott að tala við útlendinga. Það er oft gott að fá útlendingi heimsókn og fara með hann landið og borgina og ég hef oft gert það og mér er svo áhugavert hvað ég segja. Það hefur aldrei neitt sagt við mig hræðil hvað er mikið að grænum svæðum með Reykjavík sko. Nei. Ég verið að gera eitthvað í þessu. Þetta hefur nú verið enginn í borgarn og manni líður vel þegar maður hefur aðganga af þessu grænum svæðum og við hefum bara ekki að snerta þau. Og það þýðir ekki að það sé ekki það sem eitthvað er grætt eins og bara Keldnalandið. Auðvitað að byggja á Keldnalandinu en þessi þétting og þessi hugmynd þetta er algjörlega galið. Já, sem 56% íbúa höfuðborgarsvæðisins eru andvíg þéttingu. En samt er einhvern veginn þau í þessum Bergmálshelli, Dóra Björt og Heiða Björg og Dagur B og fleiri bara svona ætlum við að gera þetta. Það er líka ég lengi var í eini kjörni fulltrúin sem var í efri byggðum borgarinnar. Bara bæði á þingi og í borgarstjórn. Þessu var Villi og Alfreð voru í borgarstjórnum voru þarna í Breiðholtinu, nú er þetta svolítið breytt. Það er svolítið munur á því hvar þú býrð í borginni og fólk finnur fyrir því sem að býr í efri byggðunum að kjörni fulltrúar bara skilja ekki þeirra aðstæður. Það sem að þarf að gera í borginni er það að þú verður líka að efla borgarhlutana. Auðvitað náttúrulega best þú þarft ekkert mikið að fara á hverfinu en þetta er farið omvend. Dilja skrifaði frábæra grein einu sinni að það sem hún sagði hún ólst upp í Grafarvogi og hún notaði mikið í strætó. Þar var líka allt, það var matur í verslunin og öll þjónusta. Nú erum móðir með 2 börn og var með á leikskóla og það var ekki eins og leikskóli í hverfinu. Þannig að hún þurfti að keyra á Seltjarnarnes með barni á leikskóla og það er engin borgarlínu almenningssamgöngur sem hjálpar í því. Það sem ég er að segja það að þú átt og það er bara alveg svo ég var í borgarstjórn Reykjavíkur í 8 ára, við vorum alltaf að hugsa um miðborgina og reyna að halda lífið miðborgina þá er ferðamaðurinn kom. En þú verður líka að hugsa um hverfin, þetta voru byggð náttúrulega þarna miðjur til þess að vera með þjónustu og ef það drabbast niður þá þarfst að finna einhverja leiðir til þess að hvetja til þess að halda lífinu þar inni þannig að fólki geti sótt eins mikla þjónustu sem mögulegt er innan hverfis og þetta finnst mér algjörlega vanta. Það verður að ryðja nýtt land þarna
ástæð meðan hvað helsti liðurinn í verðbólgunni sem að nákvæmlega og hvað dýrasta leiðin ef þú ætlaðir að sjá til þess að sé bara dýrt húsnæði, hvað gerur þú? Þéttir, já, það algjörlega leiðin og ef þú vilt ódýrt húsnæði, ef þú vilt að unga fólki einhvern möguleika á að kaupa þessu húsnæði þá gerur það ekki með því að þétt á dýrustu svæðum borgarinnar og það heldur og það óskiljanlegt og ég bara næ ekki þessari hugsun hver fekk þá hugmynd að vera ekki með bílastæði við húsin 0,3 bílastæði per íbúð já hvað býtu það allir bara að taka strætó og taka leigubíl já en ef þú vilt fara í sumarbústaðin eða þú vilt njóta náttúrun út á landi já og það bara ekki eiga bíl eða einmitt hvaða strætó ég meina sko það nógu erfitt fyrir okkur að því við erum svo fá að byggja upp almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu sko við erum fá með hvað gerist annars staðar og fyrir að skoða það þess vegna það erfitt en ef þú ætlar að fara að sinna því að þú fer í sumarbústaðinu Grímsnesinu þú fer í Húsafell nú eða þú ætlar að skjótast í Frænkuðinu og Snæfellsnesi eða þú veist hvað þú vilt gera eða bara fer í Berjamó eða eitthvað hvaða almenningssamgöngur eiga að grípa það já. Og það ekki glæpur eiga bíl Nei. það bara algjör miskilningur ef menni vilja ná loftslagsmarkmiðum þá bara ítum undir rafbílavæðingu já Amen ein frétt sem ég fekk í síðustu viku sem var birt á var ekki örugglega svara spurningunni jú, þetta var mjög vel svarað og þetta var mjög pólitískt svarandi hvort hann ætlaði borgarstjóran en vonandi, allavega þú ætti ekki að svara því en við hvetjum þig til þess að gera það Gulli the Mayor, það var rosalegt Heiða Guðjónsson sem góðvinur þáttarins alveg svona Mount Rushmore með Gulla Viktor Unnari og fleirum sko það var frétt í Morgunblaðinu síðustu viku ef olía finnst á Drekasvæðinu gæti það skilað 60.000 milljörðum króna samkvæmt góðvinni þáttarins Heiðari skatttekjur af því eru svo miklar að í raun var hægt að fella niður alla aðra skatta á Íslandi sjáum það í nýri könnun að stór hluti þjóðarinnar fylgjandi því að hefja olíuleit í íslenskri lögsögu á ný það þannig, ég held að 44 milljónir á mann hann í Noregi olíusjóður já, sko Heiðar hefur alveg komið í þennan þátt og talað að já, gagnrýnt þig varandi þetta ekki dauðafæri að gera á þetta? Ég veit ekki hvernig að gagnrýna mig ég var ráðherra í ríkisstjórn sem að þetta var í stjórnarsáttmála já, og okkur var ekki kert á það það var lengi sem sótt sko en það var í stjórnarsáttmálum að það ætti ekki að veita leyfi það kjörtíðanbíl ég held bara að þetta væri VG kannski það vantarlega, ég samt ekki stjórnarsáttmála ég ekkert á móti olíuleit nei þú veist, ég meina að það eru og það engin umhverfisrök gegn því vegna þess að það verður leit á olíu og við munum alltaf gera þetta treysti ég samkvæmt bestu mögulegu umhverfis stöðlum já, og það betra við gerum þetta heldur en aðrir sko já, og ég meina algjörlega, það eins og þegar maður skoða hverja var sóttum í einhvern tína því að menna að því miður tapar miklum fjármunum á þessu að þá hafa verið þarna kínversk fyrirtæki og svo náttúrulega alltaf grunninn langstærsti eigandinn er norski olíusjóðurinn en ég hef svo sem ekki skoðað þarna nákvæmlega en sko ég bara tók við þessu ráðandi þar sem að það stendur skýrt í stjórnarsáttmála það mátti ekki vita leyfi á því kjörtíðanbili og en það var ekkert vandamál fyrir mig því að þá sótt enginn en þessi lög eru til staðar þannig að núna ef einhver ætlar að sækja þá hlýtur hann bara að sækja já það er bara í lögum já, og þeim Guð velkomið að gera það já, ég myndi bara hvetja til að gera það já og þá þarf auðvitað geta menn bara sagt þetta tekur svo langa tíma eitthvað það er náttúrulega ekki það er alveg sko það var enginn að banka á dyrnar ég bara heyrði sömur og skildi ekkert á hverju að skamma mig út af þessu þegar ég hef ekki sett ég til stjórnarsáttmálinu eða ekki ég verið á móti olíuleit og það er svona svolítið svona sérstakt að beinið að mér en allt góð þú veist, það er alveg fengið vera skiptir engum máli en lögin eru þarna þau eru óbreytt og sá sem sækjur það er bara lögformlegt ferli ég veit og ég svo áttaði mig ekkert á því hvernig en við erum ég er búin að sameina stofnanina nú er umhverfis- og orkustofnun til ég tók 10 stofnanir og sameina í 5 og þetta er miklu skilvirkara og betra heldur en það var og þó ég segi sjálfur frá það var ekki breyting heldur bylting en þannig að bara sko
Þú ert all for it. Já, það bara sko, ég sé ekki alveg rökin gegn því vegna þess að sko, það enga líkur að við sem að hætta nota olíu. Nei. Og en svo bara, en þarna og sko, ef við erum að tala að minnka útblásturinn þá ættum við að taka á kolunum, sko. Ef við tala heiminn í heild sinni. Rétt. En ég svo sem mín áhersla að vera á grænorku og mér finnst þarna, það þýðir ekki að maður sé á móti einhverju öðru, en hins vegar grænorkan, það svona, mér fundist vera svolítið sorglegt að við ekki nýtt þessi tækifæri, við vitum ekki hvað við erum búin að vera geggjuð í þessu og það heitt vatn alls staðar, sko, misjafnlega djúpt á því. Við vorum ekki fyrst, hvorki að setja húshitun eða búa til rafmagn úr því. Ítali voru fyrstir að búa til rafmagnið og Bandaríkjamenn að nota til hitta húsin, en við vorum einu sem vorum að gera þetta í mjög langa tíma og það eru gríðaleg tækifæri í þessu og sömuleyti að það var fyrirtæki sem með aðstöðu hér og í stórum hluta í heigu Íslendinga á meiri hluta af heitu borholunum út allan heim en með við alla þessa þekkingu sem til staðar þó hún sé, sko, það sé alveg markmið að sjá til þess að hún degi ekki út vegna þess að bara það verið svona ekki nógu mikil endurnýjun. Þetta sé ekki alveg sér íslensk þekking, en það gríðarlega mikið þekkir og við eigum að geta verið alveg mekka, sérstaklega jarðarmars. Svo sannarlega ekkert einir í að búa til rafmagn og vatnsafli. En jarðvarminn, þess vegna sem ég setti þessa miklu áherslu á hann náttúrulega bara eitthvað sem við eigum að gera út á og þá ég að tala hugvitið í tengslu við það. Já, klart og bara aftur, ég var bara að vitna í það sem Heiðar talaði hérna hjá okkur Gulli aldrei skotspón hjá mér, sko. Ég segi alltaf Gulla kenna, nei, getur ekki verið David Jones Veislan lent í Verslun Krónunar, það eru alltaf að kokka eitthvað þarna. Já, og svo það líka leynitrix í setnaflikinu. Já, nei, en ég hef ekki smakka nýju bröðin, sko, sem mango chili twist og passion fruit. I like that. En mango chili twist, það eitthvað sem ég mjög spenntur. Já, það verður fróðlegt, sko. Ég ætla að smaka. Þegar þú komið með savory, út með netu smjörið hálfgerða þarna, þú ert með lakrísinn, þú ert með sætuna þú ert með þess að komið súrt líka, en nú eru konið með, sko, chili twist. Já. Þetta verður eitthvað nýtt á döðlu. Þorvaldur alltaf eitthvað elda, sko. Hann að kukka, frumeri, allir með 7-8 í endastaf. Já, bara með 7 þá er þetta að drífa þig, en 8, já. Þú hefur ágústmánuð. Já, þá er það bara eins og skot kemi. Já, ég 13 það er bílnúmerið mitt. Já, menn vilja fletti bara hlutum í bílum. Já, ef fólk veit, þá má það sjá hvaða bílavarðið þykir þykir mér. Í pausjóðum, góða. Ég er svona, ef ekki að velja kemi vöru vikunar, eða? Jú, hvað með eitthvað? Sko, ég var að hugsa einhverja góða tímareim, en ég hugsa að ég hafi það bara legabittuna. Já. Legabitta, MTS, PFC Flexible Bund. Viltu giska á hvaða það er aðeins að reiki hvað hún kostar? Ég ætla að segja 25.000 skall. Nei, það er svona bilinu 62.000 til 406.000. Það fer aðeins eftir. Það fer bara eftir því hvernig skapi hemmi er, sko. Já. Kaldi. Já. Þetta fyrsta handverksbrughús á Íslandi. Rétt, Árskóðsandur. Og markmið þeirra brugga hágjaða handverksbjór úr okkar einstaka vatni sem að hefur heldur betur tekist vel til. Hvar var ég kalda á dælu? Kaldabar, það er nú bara þannig. Jú. Og kaldi light allir. Já, hann er minn uppáhalds. Þú ert aðeins að hugsa með minn? Já, 4,4 eða ekki? Jú. Já. Rock solid. Það var reyndar áðurinn ég hleypi Leif í rittaraspurningar, það er búið að veisla, við erum að detti í 2 tímana, við erum að fara í rittaraspurningar og svo kaldastriðið. Leif er byrjað að klæða í puttana. Sko, það var ein umræða sem ég sá á X í dag, sem var reyndar, ég verð að segja, það var harður vinstri maður, harður K. Frost maður sem var að segja, það var það 19. mars 2023, það sem það var tilkynnt að við tölum um þetta þegar Gulli kom til einhvern tímann að bílalegur eru styrtar miljard til að kaupa rafbíla, þarna var þetta Gulli umhverfisráðherra, svo kemur þetta frétt í gær að frá viðtalið fórstjóra bílalegu Akureyrar að 99% af viðskiptavinunum vilja bensín eða díselbíla. Sko, ég ætla bara að spyrja, hefði ekki verið hægt að verja þessum 1 miljard í betri hluti en þetta? Sko, það sem menn veit ekki að þeir eru að tala um að verja þessu, að það var búið að setja allavega á þeim tíma, þetta var held ég 15,6 milljarða
í styrk eða ívilnun fyrir bensín og dísilbíla hjá bílalegu og það sem breytingin hún fólst í því að staðis að þessi ívilnun eða styrkur færi bensín og dísilbíla færi í rafbíla og við varum löngu búin að rafbíla væða allan flotan ef að bílaleigurnar væri í þessu 50% af nýskráningum á Íslandi eru bílalegur þetta langkasta hlutfall í heimi og þó við sem framalega þegar kemur rafbílavæðingu að þá til dæmis ef þú fer til Hollands þá allir leigubílar, rafbílar og slíkt og ef að menn hefðu gert það með samstiltu átæki þá hefðu við geta verið með alveg algjörlega grænar bílalegur ég veit alveg Steini bíl og Akureyri topp maður alveg bara einstakur og mjög gaman að kynnast þessu fólki og það er alltaf vandið þú þetta alla borð nema þú ætli bara einhvern veginn að neyða á mig lagasetningu sem ég vildi aldrei gera og því ég var bara að reyna að því að þetta gæti verið mjög gott ímyndamál svona bara ditt inn í þetta græna Ísland að bara allir bílaleigubílar það var geðveikt og þannig því að það ekki það hleðslustöðnar eru koma út allt Já, það er málið, þetta er ykkur ótti hjá túristum þetta er allt í lagi Já, þú veit líka, það er ekkert mál að því fiskiti ég man að því fór rætti við Jón Karl vinn minna því hann átti rafbíl og ég sagði bara rafbíl meira rugliða mörg ár síðan og hann bara tók og pakkaði mig saman og það voru alveg bara, ég var bara ok það áttaði mig á því að þetta var nú ekki alveg svona en síðan þá ertu komið með hleðslustöður allt miklu lengri í dregni og miklu ódýrir ekstri ég á rafbíl og mun aldrei fara aftur á kaup með nýjan bíl á bensín og dísil en þetta þýðir það ef að bílaleigurnar færu þá væri ekkert hótel á landinu sem væri ekki með hleðslustöðvar það var engin veitingastæður sem var ekki með hleðslustöðvar og eitt af því sem ég ætlaði að einfalda regluverkið með það að þú getur selt rafmagn ég þurfti þess ekki ég bara eftir að segja frá því heyrðu, þú getur selt rafmagn það bara getur hver sem er selt rafmagn og það eru svo mikið tækifærið sem ég finnst alveg geggjað að hætta að kaupa norsk olíu og kaupa íslensk orku á bílum og svo er líka því að ég er út í sveita þá er að fara með þessa díselbrúsa og bensínbrúsa á traktora þetta er alveg óþolandi það fyrir að setja bara bílinn í sambandi svo símaði og þannig að en að ég er búin að þetta er svona eitthvað sem að gengur hefur séð að ég hef gefið bílaleigunum miljard þar sem að þetta var breytt úr því að hætta styrkja það á kaupa bensín og dísel og ef þér ætlaði að fá styrkin þá áttu að kaupa grænt eða það er rafmagnsbíla og þeir að vísu að því að rafbílinn er 50% nýskránga þetta er ekki bara túristarnir þetta er líka langtímalegan og ég er ekki alveg fyllt þessum núna eftir en þeir hafa verið að kaupa líka eitthvað rafmagnsbíla og hybrid því að þá ég held að það sé stórum hlutar sé fólki sem leigi af þeim langtímaleigu að því er svo bara þessar fyrirtæki sem við erum að nefna þú getur verið með langtíma leigu þar en það er mjög ánægilegt og við lokuðum hringnum, við erum fyrsta landið og það var gert í minni tíð svona fyrir þetta Luxemburg eitthvað slíkt þar sem að þú þarft aldrei að keyra lengra en 100 km til að komast í rafhleðsstöð við ætlum að loka hringnum í Norðausturlandi og nú þarf ekkert að styrkja þetta lengur nú ertu bara komið samkeppni í þetta og þú ert með eins og margt listið svona bara af sjálfu sér að því að þegar ég byrjaði að sagt, Vík í Mýrdal þá þarf að taka allir innvið í gegn til þess að vera með hleðslustöðvar og eitthvað bla bla svo var það bara, heyrði ég ekkert af því og það var gott og nú ertu bara því ég stoppa oft þar með fullt af hleðslustöðum og með sumar alveg og það eru komin alveg sem eru virkilega hraðar þá er ég að tala að þú bara fyllir hann á 20 mínútum Það er líklega orka náttúrunnar Nei, það er Jú, segðu já Ok, ég segi Það eru þessar hleðslustöðvar Já Er þetta spurningarna góða? Já, það er auðvitað ánægilegt samt að sjá Þetta var vel svarað Já, gott fyrir að fá að svara fyrir þetta held ég Takk fyrir að spyrja mig svona spurningar vegna þess að maður veit ekki ámar að fara að því að svona líka er horfið þannig að hittanum að þú þarft þú ferð á samfélagsmiðlum og neglum ykkur inn að þá bara verður að sitja og henda út liðinu sem að bara þú veist að ég gerða miskunnlaust bara fólk sem segir í sig fíblafóti og eitthvað þú veist ég bara nefn ekki Nei Já Mjög gott, við erum bara komin í riddarspurningarnar og ég var að spá ég að ríða bara vaðið sjálfur með fyrstu spurninguna Í hvaða vandræði kom Eiríkur Bergmannir?
Sko, það er náttúrulega ósækjast að leggja þetta svo upp, en ég gerði þetta samt maður að kenna einhverjum öðrum ein ófæri. Eiríkur Bergmann er bara góð gæi og hann sko var það einu sinni og var markastjóri maraþonsins og ég, maraþonhlaupsins og ég var sem sagt var þá borgarfulltrúi og var búið dettin sem varaþingmaður var svolítið í fjölmiðlum og var nú þegar á þetta tíma því ég var nú einhleypur og svona, þú veist maður svona djamaði svolítið og hann hringdi mig á sunnudegi og ég hef verið í betra standi þannig ég var svolítið að reyna að losna við hann úr símanum sko og þó ég alltaf gaman að heyri í honum sko og hann bara heyrði ég markastjóri hérna og þú verður að hjálpa mér ég þarf að fá ykkur að þarna og það engin til í að taka átt í þessu hlaupi sko svona þekktum útbúið mikið í fjölum þetta ekki til í að hlaupa ég bara ykkur ekkert mál ég hleyp já frábært maður og hvað er að hlaupa ég segi ég ætla bara að hlaupa maraþon já, þú veist hvað lengd sko, ég vissi ekki að vera lengdir sko, eitthvað hálfmaraþon eitthvað og ég segi, ég tek bara maraþonið, það er heilt maraþon frábært, þú ert fyrsti sko sem að gera það sko, alveg má já, ekkert mála eitthvað, svo fór ég bara svo aftur sko heyrðu, þetta er bara vorið sko ég er náttúrulega ekkert hlaupið sko og ég byrja eitthvað að æfa og svo var ég að meiða mig eitthvað í fótbolta eitthvað svona, en ég var svona aðeins komin á stað og svo er ég á kosið eitthvað og kom upp í 16 kílómetra sko og það er bara nokkra vikur í þetta og er við erum bara með dinner með einhverju fólki sem vorum að kynnast og þetta kemur eitthvað upp og þá segir maður mér, heyrðu ég átta mig á hvað er í gangi ég er maraþonhlaupari og nú ætla ég að kenna að lifa þetta af og málega það þá kom svo keppni við því að þarna borgarfulltrúi og erlistar sviðstimennir þeir voru búið að frétta þessu og þeir voru alveg samfærum að ég myndi aldrei klára hlaupið þannig að ég varð að klára hlaupið og þetta gengur út á það að þú er bara að hlaupa á sama hraða og þú verður bara ekki láta töðan einhver fyrir fram úr þér sko og þannig að ég fagnaði bara hver fyrir fram mér og ég náði takmarkinu ég kom samdægus í mark og það var sko þarna ég þetta leita kallinum sem var með gullpinningana og hafa verið að skrúfa niður markið ég fekk sko krampa ekki bara í báða fætur heldur báðar hendur og þetta var náttúrulega bara algjör disaster en ég hef allavega þetta er eina hlaupi sem ég tekið þátt í og það er heilt maraþon sko. Undir beltinu maraþon gera þær betur það er Eiríkur Bergmann eiginlega að þakka við skulum segja þakka og var einn partur ógeðslega erfiður þá var ég þegar maður í eirónum sko og hlusta á útvarpið og kemur hádegis nú eru fyrstu maraþonlöfnum komið mark ég var bara eitthvað hálnaður sko svo kemur bara einhver svona 10 ára gutt og hleypur fram mér og ég bara að því að ég var alveg búin að stilla bara ég ætla að gleðast í hverskinn sem einhver fram mér en 10 ára strákur koma og ég sagði bara ok, undrabarn og svo kom þetta er aldrei sérstáð svo kom bara annar 10 ára ok, annar undrabarn og svo kom bara svolítið og þetta var erfiðasta moment svo frétti ég seinna sko, þetta var allt annað hlaup 10 kilometrar, svo blandast það við það var bara, þú veist en þarna, en það var allavega ég bara, þú veist það er ekki allir búin að klára heilt maraþon ég er búin að punta þetta hjá mér hvenær að byrja Gullum greiða það er hangi í símanum og herriði Eagle golfferðir nýju vinnur okkar þetta fremstir í skipulöfum 16 nætur til Thailands undir 1 milljón rosalegt Gulli er bara að byrja 16 ekki vinnunni sorry, ég kemst ekki Spánar, Portugal, erum með þetta allt gæt orðið brekka en Kristrún, hún getur skoðað þetta já tollar á jáfnverði svo ekki þetta bara nei, en Birgir, við ætlum að skoða ferða á næsta ári það er alveg klárt mál já, ég verð líklega á að ég er alltaf að spila ekki golf sko ég sagði bara, ef það er hótelbar þá er ég, ef það er bara kaldi á dælu þá er ég góður mjög kaldi sterkur á Tælandi Eagle golfferðir spyrja hvort Gulli sé eitthvað í golfinu ég er náttúrulega vann Gunnar Bakara í þarna bráðabanna í byrjandakeppni fyrir nokkrum árum að vísu fyrir nokkrum áratugum en svo nei, ég hef ekki verið ég var í þessu sem krakki, pappi var náttúrulega á fullu í golfinu og formaður lengi í golfklúbbum Borgarnes og ég var náttúrulega að vinna þar en ég hef alltaf pínu erfið
með skapið í þessu golfi sko. Það er alltaf þegar að færa gangi eitthvað vel, ég vissi aldrei réttir braut, aldrei ég er svo meira til hægri þannig að maður hittir fullt af fólki út af vitsari braut sko. Mætir því sko. en það alltaf gengur vel og svo kemur bara hörmungapútið eða þá maður þú veist, og hann það er svona síðast því fór ég að ég er líka ákveðið að fara ekki þetta nema Ágústa komið með Já. Mamma var golfvekkja, ég er náttúrulega ekki mjög mikið heima og ef ég er að segja Ágústu smámál ég er að fara í 4 tíma í golf það er ekki að fara Það flýgur ekki ofan allt annað en hún hefur verið svolítið erfið hún er með svo mikla fullkomnart og við hefum búin að reyna að fórum mína golfur til Bretlands, það var mjög gaman við náðum einu ígul þar en þetta voru nokkri dag ég týndi tugum kúla það er bara eina sem stendur uppur er ígul sko. Allt hitt var hræðilegt en rosa gaman, golf er náttúrulega svakalega skemmtilegt ég verð að fara í þetta og það er líka sko kostum bara alveg án gríns, ég er alveg sko mjög hrifinn á golfi, það er líka sko svo stórkust að vera svo íþrótt sem að þarna þú eldist aldrei upp úr sko, eða bara með heilsu ég hitti einu sinni á Korpu þá hitti ég nýraða konu þetta er smá svo skákin og hún var nýbyrjuð hún var nýbyrjuð, ég er ekki að grínast ég aldrei hitti þessu konu, ég man ekki þekkt hann ekki neitt, hún var brosandi allan hengin, nýbyrjuð gáli en það er alltaf miklu betra ef þú ert með einhver grunn og í talingu spilar og getur svo spilað þarna með þú heilsu til og það er þannig að ég er mjög fylgjandi í golfi ég ólst upp í golf hef svona aðeins spilað þetta en ég svona þegar verður minna að gera þá líti ég aðeins á þetta Já I like it Hvernig ferum þið í nýja fundarherbygginu á Alþingi? Það er fínt en eigum við að tala um skrifstofunar eða? Ertu viss? Já Þetta er sko svo helmingi minni heldur í stúdíóið sko. Það er svoleiðis og bara þú veist þarna það bara sko ég veit ekki alveg hvaða hugmyndi voru í gangi þegar mann hönnuði þetta sko en þetta er bara, þú getur ekki skipt skoðun þetta og það eru strangari reglur heldur en í heimaðustinni Emma þegar ég var í menntaskólanum sko. Það er bara, maður bara komin að heyrðu, hér er ykkur stóll sem er, sófi sem er faraldur, ég þarf hillu, skilu, ég er að vinna hérna, sko. Nei. Bannað. Á, reglur. Ég er ekki 15 ára, skilur, ég er ekki 5 ára. Ertu í alveg að segja mér að þú sett með reglur það hvað ég má hafa á skrifstofunni minni? Já, reglur. Já, reglur. Ég fór í svolítinn slag. Þannig ég er eini þingmaðurinn sem að hefur losnað við sófan og komið hillur. Þetta er einhver innherja riddari sem hendi þetta. Það er bara, þú veist, það er eins gott að opna gluggan vegna þess að súrefni er fljótt að klárast og þetta er náttúrulega þetta er algjörlega fyrir neðan allar hellur en herbyggi, fundarherbyggi, það er í fínulegi. Það er leiðið með það. Það var nú smá drama því að Samfó var að taka herbyggja við ykkur. Já. En það er þetta er svona svolítið Erfitt að taka ósigri? Mér fannst þetta nú ekki mikið bragur á þessu af því að þetta er mjög merkileg saga og Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið þarna síðan bara snemma á síðustu öld og Framsókn skilur þú veist það er skilnægt ef að það er mikill munur á þingflokkunum sko. Síðast þetta kom på samfélgin var stærri en við að því fyrir herbyggi sem við erum í núna er stærra sko þá voru þeir bara í stærsta herbygginu sko en þetta var eitthvað rosa mál að maður bara Kristján bara, gulli, leiklana það bara en svo er það þannig að ekki það er þykir mér vænt hitt herbyggi þykir vænt döða hluti en hitt það er að segja þetta herbyggi sem við núna það er bara miklu stærra og þægilegra og allt það sko en þetta var rosa barátta og alveg rosa barátta hjá stærsta einstaka verk sem gert samfélgingin eftir kosningar. Þetta er eitt af þessum 44 málum sko. Finnst þér rétt að fyrsti þingmaður Reykvíkinga yfirgefið þingi vegna náms á fyrsta þingi eftir kosningar? Hún hefur auðvitað alveg rétt á því, hún auðvitað bara kemur tilbaka, það er ekki eins og sé að fara til Elía Nóns, það er Er þetta ekki sann skrítið?
Já, ég veit, þetta ekkert í eina skipti sem að þingmenn hafa þetta ofta að gerast það? Ég segi ekki oft, skilur en þarna hún mun bara koma Tvíeld tilbaka? Já, ennþá víðsýnni og búin að læra ýmislegt ég held að við erum ekkert að leggja mikið upp úr því það þarna, hún mun alveg sinna sínu störfum vel þegar hún kemur tilbaka það eins með Bjarna og Áslaugu að þú heyrir í Áslaugu í síma þetta líka? Nei, ég verður svona aðeins í samskiptum á samfélagsmiðlum og svona skilaboðum ég fæ svona hvatningu frá henni og svona sko þannig að en það nei, það eru fólk líka lifir bara einu sinni og eftir sem við best vitum og það þarf hún kannski líka að sína svona pínu sanngirni hvað það varðar Lífið er meira en Alþingi? Nei Jú, lífið er meira en Alþingi Hvað finnst þér þróun á fæðingartíðni á Íslandi? Þurfum við að gera eitthvað til að hækka hana eða er þetta ekki vandamál? Spyr Eyþór Þessi er góð og Já, djúp hún er góð Snorri er búin að tala þetta aldrei Já, auðvitað er þannig að þú ert ekki að segja fólki hvað að gera en hins vegar sko þá verður að vera hvað skal ég segja gott umhverfi fyrir til að eignast börn og við þurfum aðeins að horfast í augu við höfum tilhneigingu til þess að líta hlutina eins og þetta var þegar maður sjálfur ungur í mínu tilfelli ég átti sjálfur börn sko og mér finnst mikilvægt að við séum ekki bara með gott umhverfi heldur bara hvatningur fólk að eiga börn það er aldrei nóg af börnum Nei. og við bara getum sagt að eins og að auðvitað er það þróun ég held að við séum ekkert að fara á þann tíma eins og var að fólk átti 10 börn sko. Nei. En það væri gaman og það er mikilvægt líka fyrir að því rauninni allt þjóðfélag byggir á því að það sé ákveðin fólksfjölgun og það sé sko þegar aldurspíramídin er þannig að stærsti hópur fólks er eldra fólk þá er erfitt að reka þjóðfélag það er bara þannig Hversu langt fer Liverpool á tímabilinu? Við tökum sérþátt í þetta ég get tala endalaust þetta Við þurfum þetta í alveg að gulla bara einhvern tímann í fótbolta sko. Já, við þurfum að gera það sko. Auðvitað er maður bjartsýnn en það breytir því ekki að sko, að því að okkur finnst þetta svo stórkostlegt líka því að Djúvill er það eyða maður Þeir eru verið City Já, nei, við erum búið að jafn mikið á þessu ári og City Já, að því City eitthvað svo mikið í janúar En þetta er svo óleifupúlegt en þetta er samt svo klókt maður vissi að þeir voru hlaði og þeir eru alltaf búin að segja þetta mann fannst bara aldrei líklegt að þeir myndu gera þetta og Klopp hélt marga ræður það bara við erum bara ekki að fara þessa leið Nei. En hins vegar sko hin liðin er að styrkja sig líka mjög mikið ég meina Arsenal er sko, að því að menna einhvern veginn tilhengu að þeir vinna aldrei neitt ég bara er ekki alveg til í að kaupa það og ég held að þeir verið miklu sterkar núna ef að Guð má vita hvernig þú ber fram að Gyökeres eða hvað heitir þannig að ef hann mun smella þá eru þeir sko í alveg stórhættulegir sko. þá erum við geðvelli sko. Já og ég meina sko en þarna City auðvitað er hann að búa til nýtt lið hann toppaði sko en ef einhver getur gert það og hann er búin á mannskapin þá er það Peppin og Chelsea, ég held að sé engin ástæði til þess að vera að annað en að bara líta á þá sem bara mjög alvarlega sko eða semst þarna aðilar sem geta gert gott mót þó að mér finnst mjög áhugavert að sjá hvernig heimsmeistaramótið mun koma inn í þetta vegna þess að sko þegar að Chelsea er að spila úrslitaleikin þá er Liverpool og hinn lögin að byrja undirbúningstímabilið og menn segja, heyrðu þú varst með Evrópumótið og heimsmeistaramótið en þá ertu bara, þá koma leikmennin sem taka þátt í þeir koma alltaf setna þannig bara allur hópurinn en hins vegar En heldur það sé gott eða slæmt? Ég myndi svona, ég náttúrulega svo trúellur flestur sem að Klopp segir sko þannig að ég er svona Klopp er á móti þessu sko Já, ég myndi ætla það en það breytir engu að Chelsea er bara komið með rosamannskap sem var mikið inni og mjög góðan þjálfara þannig að ég held að því að United Það stefnir í pólitískasta svar sem við feikið í hvern Mér finnst svo gaman Það var borgarstjóran Mér finnst svo gaman að tala mennskapolta því að engar hugmyndu En ok, Þú er gaman að eitthvað gengur illa í United eða ekki?
Jú, ég held að þeir eru náttúrulega sko, Þeir verið flottir nú? Já, ég held að þeir verið það. Ég held að þarna þetta er alveg sko erfitt að losa sig við þetta, ég taldi langa ræðum það en ég held að þeir eru miklu sterkari heldur en ætli og en það geta eru ekki annað. Gæti að fara að skiltið mögulega. Nei, ég held ekki. En ég auðvitað vonaðist til þess að Liverpool verði meistari í ár. Það bara hlýtur að vera. Þú veist, þið hljóta að vera bara að vinna allt, bara fernuna. Ísak ekki teki Virts. Jú, ég held að venn líka La Liga og Serie A. Nei, ég meina hann er að púsla saman algjörlega nýja liði og Díaz er farinn, náttúrulega hræðilegt með Sjóta. Við erum bara mjög þunnir þegar við kemur að hafsendum. Já, þau þurfa hafsend. Og við eigum að selja Konate, hann vil ekki skrifa undir mínu áldi. En þá þarftu þú veist, Gómez er frábær, hann gæti verið bara yfirbörðumaður, hann er bara alltaf meiddur. Já. Og með 2 bakverði eða Frimpong og Kerkes. Bakverðin er alveg í lagi. Já. Og faktist erum við endó getur þessu bæði spila hafsend og djúpur en faktist erum við bara með þarna Gravenberg sem svona djúpan. Það sem ég er mest spennandi að sjá er auðvitað, þú veist, 9 leikmennir en hvað gerir Szoboszlai? Já, hann er geðveikur sko því að hann var keyptur sem stórstjarna í rauninni hann var borgað mikið og hann hefur ekki farið alveg á flugið. Nei, hann var samt góður fyrir mér fannst það. Hann er góður en hann er ekki búin að vera stórkostlegur og mun hann taka skrefi núna í allri samkvæmdi, ef hann gerði ekki þá held ég hann verði ekkert lengur sko. Og en ég held að hann geti það og hann er að prófa hann í einhverjum öðrum stöðum, prófa hann í hægri bakverði prófa hann í djúpum og ég held að hann hafi þetta allt saman en bara mun hann blómstra en ég meina Virts er náttúrulega ég er búin að horfa eins og ég var í símanum að tala við blaðamenn eftir að Helgi kom mér skemmtilega og vart á í morgunþættinum og ég horfði á hinn æfingarleiki líka, það er rosa gaman að þú veist maður er, sko ég skal viðkynna ég er gríðarlega spenntur, fór ég á síðasta leikin fórst á hann? Já, fóð með yngri strákin og var alltaf alveg geggjað byrjum það var sem að mjög stutt á sólarhringur fyrir inn í morgunflug og það er snillingur, United aðdáandi algjör snillingur sem að þarna og ég bara sest niður kemur þarna þegar við komum loft flugfríðan brosandi 2-falda gin tonic og sagði, heyrðu, maðurinn hann veit hvað þetta lækka mikið í launum og veit þú ekki efna á þessu leikur klukkan er 8 sko og ég bara það setti í klemmu þetta ég get ekki hann að drukja þetta það er bara ekkert annað hægt þegar þú færð þetta það bara ég hef aldrei gert þetta á sko. Hvað er gott? Þetta var svakalega þetta er helviti gott já, svo fórum við og þetta var alltaf alveg stórkvæmst þegar við var nú og mikið af góðum fyrir það var áttulega maður tilfinningu það væri nú bara Íslendingar þarna sko en með Íslendingarnir voru alltaf margir sem að koma á föstudegi og þetta var svolítið svo sunnudagur Vestlumannhelgi já menn var alltaf svolítið risláðið þarna þegar byrjun dags en eru svo betri eina var í þessu, ég bara sé eftir að ekki tekið myndir að við gistum á Anfield Rooms það kostaði bara handlegg og fótlegg við gistum í kojum fegarnir sem ískruðu svo að við ekki verið svo ógeðslega þreyttir við ekki sofið dúr og sem betur við komum rétt á hann að kebabstaðurinn lokaði því þar voru lyklarnir og það var svona örugglega 100 manns þarna og 1 sturta og ekki tanglaði það er sem áður var þegar maður ráðir að maður wow. Þannig að ég kem ekki oft með svona hvað er þetta ratings á bookings en ég skrifaði horrible wow. Já það er gaman maður þetta eru algjör kóngurinn í flugvélinni ég er ánægður með það fullkominn snillingur ef þú ert að hlusta virkilega vel gert algjör snillingur þetta var vel gert önnur Liverpool spurning, hvernig virkar það að vera sjálfstæðismaður og Liverpool maður er það ekki eins og að vera vegan bóndi Liverpool vinstri sinnaðasta borg og íþróttafélag á Englandi reyndar er það þannig að ég nú aðeins gaf nokkuð skað það var þannig að á sínum tíma að því að nú svolítið þarna svona breyst að þá var
þetta var verkamannastéttin miklu stærri og þá var það þannig Everton var Labour og Liverpool var Conservative það bara búið að breytast mjög mikið það vissu Brexit-flokkurum var sterkur í Liverpool en hann náttúrulega þeir eru alveg mjög minnstu sína núna en það hefði samband við mig þingmaður fyrir Brexit-flokkin sem ég náði nú aldrei neitt að rekta sem bara vissi ég vel Liverpool-aðdandi og var alltaf að bjóða mér í heimsókn sem ég tók nú aldrei þannig að það svona, þetta aðeins stutt að svara nei, þetta skiptir nokkulega engum máli ég veit ekki af hverju ég að fara í allt þetta nei, ég engar ágjörg og ég engi veganbóndi, bara alveg rólegur og hérna vera hvaða spurning þetta? Ég hef steinglimt að vera pirraður Aron Breki spyr hvenær fær Grafur eða hvenær fer Grafur úr Reykjavík og verður sér bæjarfélag Þessi góð Sko fólk að tala en ég fæ alveg sama tónin og öðrum hverfum í öðru borginni að fólk að tala með þetta í alvöru sko. þetta dúabúl eða? Já, þetta er dúabúl Já Þetta væri náttúrulega hræðilegt skilur að því að menn þyrfti að gera það en þetta En af hverju sorry, bara heimskuleg spurning kannski en hvað væri svona slæmt við að þetta bara svo Altanis var sér bæjarfélag skilur Já, sko það sem að því að það ætti ef að borgin var í stýrt rétt sko þetta var þannig það allir búin að gleyma því Reykjavíkurborg var þannig allir sögðu við getum ekki keppt í Reykjavíkurborg og þeir eru með bestu þjónustuna þeir eru með besta fjárhægin og það bara ekki tækt að keppa þá það eru nokkuð mörg ár síðan að því að Reykjavíkurborg var alltaf neðst í öllu þjónustukonum hvort sem málefni aldraða eða dagvistumál við skunni brugðust við hætt að taka þátt í könnunum Já, sniðt Já, það voru ekkert lengur neðst sko. og það á að vera auðvitað Reykjavíkurborg ekkert sérstaklega stór skilur Nei en þannig að þú ætti ekki að nýtt hagraðið af stærðinni en það eitthvað það bara eins og borgarmálin einhvern veginn hverfast bara í kringum ráðhúsi sko, svæðið þar og fólkið í þessum hverfum og ég bara einn af þeim, ég bara svona reiðu íbúðunum bara í alvöru bara þarna, þú veist ég var að reyna sem umhverfisráður að friða Grafvoginn og þeir vilja friðan bara svona þarna vatnið Já. sem að þetta gott skilum vísu gengur Keldnahverfi út á að setja eyju út á leirarnar, þetta er mesta fuglalíf á landinu, þetta er bara einhver algjör della en þú ef þú ætlar að vernda fuglarna þá voru að vernda sko upp í bakkana Já. og taka stærra svæði og það er einhvern veginn og það er allir sammála þessu íbúðaráðið og allir og þá lögðu við bara niður íbúðaráðið og maður bara einhvern veginn hvaða viðþorf þú veist og hérna og það eru að því að sko það er fullkominn misskilningur að þeir sem búa í Grafvogi og reyndar í öðrum hverjum séu neyddir til þess það er ekki þannig að fólk setja í handjárn og nú fer ég með upp í Grafvog og þú býrð hér í þessu húsi það er ekki þannig sko Nei. þú bara ákveður, heyrðu ég finnst þetta flott hverfi og þegar þú kemur inn í að þá er sagt að það sé fullbyggt þetta er einhverja breytingar og allt í leið með það en svo kom bara einhver borgarvöldi og bara fari í ísbíltúr og sjá bara, ég sá grænt hér og þar setjum hús hana sko bara þú veist þarna og það eru svona hlutir stóru og litlir því að það var mikill pirringur yfir því bæði í Graf og í öðrum hverjum að það var afskiptaleysi en hjá borgarvöldum Guð mig góðu hvað við viljum afskiptaleysi í staði fyrir að afskipta inn sko Já. og þannig að þaðan kemur þessi umræð ég bara vonast til þess að við fáum hér alvöru borgarstjórn sem að hefji borgin aftur til vegs og virðingar Reykjavíkurborg er útvörn í samkeppni við útlönd á gríðarlega mikla möguleika og það er margt í borgin sem mann veit ekki að meðlans í þarna Grafvogi því að tala kvikmyndaskóla það er Hollywood-torp í Gufunesi Heldur betur og það er höfn þar og Gullströnd nei, það er bara fullt af möguleikum og það er sama í þessum hverfum Breiðholti er ekkert nema tækifæri Árbærin er alveg frábær, við byggum þar og Úlfarsárdalurinn, þar er sko vill fólk fá aukna byggð og æðislegt svæði en það var einhvern veginn það er svo bara
ég veit ekki hvernig að segja þetta bara þetta einhvern veginn skilnings- og áhugaleysi á langstærstum hluta borgarinu bara með slíkum ólíkindum það tekur ekki nokkru tali Nei. Hverju var réttur að svara? Hvort að Hvenær Gráin væri hverfi? Nei, sér bær Skoða Nei, ef að vera annað vinstri meirihluti eftir næstu kosningar þá held ég held í alvöru ef að það verður óbreyttur meirihluti með sömu áherslur þá held ég í alvöru að það verður bara þannig að fólk muni sig heyrðu hingað ekki lengra nú finnum við leið út úr þessu og það var eitthvað svona að hafa íbúakostning og eitthvað slíkt ég hugsa að vera íbúakostning að það yrði bara sko, 80-90 myndi ég halda já, þú veist, það bara þannig fólk algjörlega ég upplifa að fá nóg og það alveg sama hvar maður kemur hvort að maður fer á Fjölnisvöllinni eða í hitapottin, þetta alltaf sama umræðan. Já, algjörlega. Ég ætla bara að koma að kaldastriðinu. Já, heldur betur. Loka liðnum henni í kvöld. Tjóður, hann ljúft niður maður. Kaldi? Já, hann ljúfur. Það ekki að kvart undan þessu. Nei. Ekki ætla ég að gera það. Nei. Gulli, það ertu komin í stellingar. Það eru nokkar hraðar hérna í lokin. Ok. Kaldi í dósa og krana? Krani. En dósin er geggjur, það betur gler. Það var einmitt næsta spurning. Sá klassíski light 0,0% eða IPA? IPA. Nei, þarna Klassíski. Davíð Oddsson eða Bjarni Ben? Það er náttúrulega sko, ég er náttúrulega elst upp við Davíð Oddsson. Já. Þú veist, og auðvitað hann ekki gallaus maður frekar neitt, en maður lærði gríðarlega mikið á hann en að Bjarni er samferðarmaður minn og pennavinnuðinn? Nei, það er Áslaug Við tölum ég og Bjarni, við skrifum ekki en það er þeim verða beggja minnst sem góðra stjórnmálamanna. Já, heldur betur. LIU eða Ísrael? Hver er það sem ég að þetta? Þetta var lög með þín það er ekki hægt að væri þetta sko. Það er ekki hægt að væri þetta. Alveg rétt. Borgarstjóri eða formaður Sjálfstæðisflokksins? Góð. Það er bara bæði mjög spennandi verkefni en það er líka fullt af fleirum spennandi verkefnum. Ég bara hef rosalega gaman að þessu strákar og það er náttúrulega alveg stórkostlegt þegar maður fær tækifæri til þess að láta hendur standa fram úr ermum en eitt útilokar ekki annað og ég þarf ekkert að svara þessu núna ég er bara mjög sáttur það sé núna og það eru margir sem segja við mig ertu ekki alveg búin að ganga í gegnum endurnýjun lífda Nei, ég er bara komin í stjórnarastuð og það finnst mér líka gaman sko. Já, ég veit þetta hraðaspurningar, ég verð samt að spyrja sko að því að ég les oft pislana orðið á götunni og devaf, minnst þið frábæri hjá Helga Magg og Ólaf Arnarsinni og þar var reynd að vera að bendla því við eina sendiðarastöðu, sko, mér langar að spyrja þig sko, er mikið viðbrigð að fara úr því að vera ráðherra með góð laun, bílstjóra, ferðarlög og svona, ég verða bara orðin óbreyttur þingmaður? Að ég segja hver munurinn er? Já. Sko, ég er búin að missa af fundum, útförum, bara, þú veist, ég sko, ég bara líti á dagskrána mína, það er ekkert í henni, sko, það setur ekki neitt í henni, sko. Nei, þú horfir bara á þetta. Já, bara hvað er í gangi, svo sem bara, ákveður varst ekki þarna? Ég bara, þú veist, það er ótrúlegt, það er náttúrulega farið svo vel með okkur, þú ert ráðherra það er náttúrulega bara, þú ert eins og unga barn og þú þarft ekki að öskra þú þarft bara að brosa og þér er bara keyrt og þú færð það sem þú þarft og svo framvegis og þess að þú getur sinnt þínu starfi og þetta er mest í munurinn það er bara að taka, svona halda utanum svona hefðbundna hluti en það er sko, ég finnst að skipta máli í lífinu ef við taka eitt út úr því það er að njóta, eins og bara sagt hérna seize the moment það hefur allt sína kosti og galla auðvitað er stórkoslegt að vera ráðherra það er rosa gaman en það er líka gaman að vera þingmaður og það er rosalega gaman og maður er bara stoltur af því að fá traust frá fólki til að sinna hlutum og mér finnst að ef maður er kosin í eitthvað þá átt að leggja alla fram í það og ég er löngu búin að ákveða daginn sem að ég hef ekki ástæðu fyrir þessu lengur þá ætlum ég að hætta
Já. Ég ætla ekkert að vera í einhverja, þú veist, eitthvað Mjólk eitthvað, já, feita út eitthvað. Ég bara, heyrðu, þá bara kemur einhver annar sem ætlar að gefa sér allan í þetta. En það en hins vegar sko, en ég finnst ég nú svona meiri gamansaga sko, en þetta samt sem að satt að ég bara búin að það fara að setja sig inn í að því að ég með frábærar og það er rosa erfitt starf að vera ritari ráðherra og vera bílstjóri og ég hef alla mína tíð haft alveg frábært fólk í því svo sannarlega síðast en líka í öllum hinnum ráðuneytunum, bara fólk sem þykir gríðarlega væntum og allt saman orðið af vinum mínum og en núna maður bara á allt öðrum staði að kaupa með bíl og því ég reyndi bíllausa lífstílinn, það fór allt í köku og en ég samt að reyna því að ég veist skipta máli, ég ætla að tala almenningssamgöngur sem maður verður að gera, þá verður maður að prófa þér og en sko það það eru svona, af því að hugsunna bakveit það að ráðherrann, hann geti nýtt tíma sinn sem allra best og það algjörlega að virka og en þegar þú búin að vera í jafnlan tíma að þá í alvöru, þetta alveg viðbrigði, ég nú alveg að ná þessu núna ég næ alveg alls konar fundur núna og kann að setja inn í dagskránuna mína en ég var bara að klúra þessi gær sko og en svo náttúrulega líka ákveðið aukið frelsi sem að maður hafði ekki áður og en þetta það sem að þarna mesta breytingi því að mér finnst sko ég alltaf unni mikið og mér finnst bara gaman að vinna og það auðvitað ekkert nýtt, það bara öðruvísi að þurfa að setja sig inn í öðruvísi hluti undirbúa sig undir skilur nefndarfund eða umræðum í þinginu með öðrum formerkjum en það í eðli sínu það sama sko, þetta bara ef þú ætlar að gera þetta vel þá ætlar að leggja mikið á þig og þetta var duglegur að undirbúa þig og svo framvegis en hitt þetta praktiska ég var ekki alveg búin að hugsa það 3 eða 4 eftir Kay Frost eða Þorgerður Katrín hvað segirðu? Það svo næsti spurningar Kristrún Frost eða Þorgerður Katrín, hver hefur staðið sér betur? So far Ég finnst að vísu sko Kristrún hafa spilað þetta vel ég finnst það sko já. Og og þó svo ég verið gagnrýninn á báðar að þá þýðir það ekki að maður getur borið virðingu fyrir þeim báðum sem ég geri og allt þetta manneskjur en Kristrún hefur spilað þetta finnst mér mjög klókt en ég held hún þurfa að laga ýmislegt ef hún ætlar að Það var lengi í þessu Já, ég skilur, getum orðað bara þeirri snúið sem við bussum frá persónum þeirra að það þarf að laga mjög margt ef að hlutin ganga upp og við ræddum nú lítið og gerum það ekki úr þessu ríkisfjármáli, ég fæ bara að koma aftur vonandi. Já, þú mátt alltaf koma, það líka nægur tími núna Já Næsta spurning ég með byssu höfðaður, Sjálfstæðisflokkurinn hann verður fyrir strætó á morgun, miðflokkur eða Viðreisn Skjóttu mig Ok Besti leikmaður í sögu Þetta geður það ekki skjótt Besti leikmaður í sögu Leifbúl Steven Gerrard Loka spurningin eitt ráð til ungs fólks sem að vill fara langt í pólitík og við erum með marga unga hlustendur sem að líta upp til Gulla og vilja heyra í þeim visku brunni Því miður þetta en það líka bæði gott og slæmt að þetta alveg svo allt annað það nær engin árangur í neinu nema að leggja mikið á sig þannig að þetta svo sannarlega að vera skipulögð en ekki reyna einhvern veginn að fara einhvern veginn stuttu innföldulegina bara því verðið að lesa lesi hugmyndafræðina setja ykkur inn í það Ég þurfti að lesa betur verið þennan þátt til dæmis hann pakkaði mig saman oft á einhverju Nei, með þú veist, það bara og það tekur engin þekkinguna frá þér og þegar að því auðvitað gengur þetta mikið út af debatt og þú getur verið flinkastir aðeins í heimi og þú getur verið bara hnittinn og skemmtilegur en það gerir rosa lítið og þú ert ekki múin að lesa heima sko
að því þú lendur á einhverjum sem búin að lesa heima það ekkert gaman. Nei, ég kynntist því Guðlaugur Þór Þórðarson, takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna. Takk sem við